19. nóvember og þau sem hafa verið hérna áður í ungmennaráði þekki það hvernig hlutinni ganga fyrir sig hjá okkur, en fyrir ykkur sem eru að koma kannski í fyrsta skipti að þá veit ég að það er búið að undirbúa okkur vel og við ætlum bara að eiga góða stund hérna saman, hlusta á það sem að þið hafið að segja og svo fáum við tækifæri frá bæjarfulltrúum til þess að koma fram með sína punkta á það sem að þið eruð að leggja inn til okkar hérna í framhaldinu af þessu. Það eru 12 ávörp hérna sem að liggja fyrir fundinum og við gerum ráð fyrir að vera að klára hérna einhvern tíman rétt fyrir klukkan 5, svona 5:05 eitthvað svoleiðis. Þannig hefst bæjarstjórnarfundurinn klukkan 5. Og nú þegar við erum búin að setja þennan fund hér, að þá langar mér nú bara til þess að við förum beint bara í ræður ungmennaráðs. Og fyrsti ræðumaður ungmennaráðs í dag er Frosti Kjartan Rúnarsson. Gjörðu svo vel. Frábæri forseti, bæjarstjórn, Sverrir Bergmann og aðrir góðir gestir. Símar. Við notum öll síman okkar daglega og mörg okkar mjög mikið. En símanotkun er ekki bara vandamál hjá fullorðnu fólki, heldur dreifist þetta líka til okkar ungmennanna. Og við erum sennilega verri en þið þegar kemur að þessu málefni, og hvað þá þegar við erum í skólanum. Þegar ég var í grunnskóla var mikið símanotkun hjá okkur krökkunum og staðan er algjörlega óbreytt í dag. Þetta hafði mikil áhrif á einbeitingu og margt fleira. Þess vegna langar mig enn og aftur að tala símalausa grunnskóla. Ef við myndum stefna að símalausum grunnskólum til framtíðar, þá trúi ég að þetta geti haft jákvæð áhrif og að jákvæðar breytingar geti átt sér stað. Það er allavega ekkert að því að láta reyna á það. En hvernig er hægt að láta símalausa grunnskóla ganga upp í nútíma samfélagi? Gott dæmi er leið sem til dæmis er notuð í Írlandi og Bretlandi, en þar er notað svokallað yondurpouch í sumum skólum. Það er lítill vasi eða sakkur sem geymir síma nemenda og þeir hafa hann á sér allan skóladaginn, en hann er samt óaðgengilegur þeim. Þar af leiðandi þurfa þau ekki að geyma hann í símakassa né skúffu hjá kennurum. Svona virkar yondur. Fyrsta skref. Nemendur mæta í skólan og setja síman í sakkin. Það er myndir. Annað skref. Þeir loka sakknum með segulæsingunni sem virkar líkt og þjófavarnarkerfi í fatabúðum. Þriðja skref. Í lok tímans eða skóladags, fyrir eftir hvort þið vilja hafa algjörlega símalausa skóla eða bara í tímum, þá potaði læsingunni á öflugan segul rétt eins og við kassan í HM og þá opnast sakkurinn og nemendur fá aðgang að símanum sínum. Þetta er bara dæmi þær aðgerðir sem hægt er að framkvæma gegn símanotkun í skólum, svo er auðvitað alltaf hægt að opna sakkin ef ske kynni að verði nota síman í verkefni. Þetta fyrirtæki sendir því miður ekki til Íslands, en eins og ég segi þá er þetta bara dæmi. Takk kærlega fyrir áheyrnina. Kærar þakkir fyrir Frosti. Næsta málandagskrá er Kolbrún Dís Snorradóttir. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarstjórn og aðrir góðir gestir. Ég heiti Kolbrún Dís. Í dag er ég hér komin til að ræða lestur barna og ungmenna í Reykjanesbæ. Hvernig getum við gripið fyrr inn í til að bæta árangur nemenda sem eru undir í lestrarviðmiðum? Slök lestrarfærni getur haft margvíslegar afleiðingar í för með sér, eins og til dæmis neikvæð áhrif á árangur í öðrum fögum, læra sjálfstraust, kvíða, félagslega einangrun, skólaforðun og brotthvarf úr skóla. Út frá minni eigin reynslu get ég sagt að lestrarnámi í grunnskóla var ekki nægur undirbúningur fyrir framhaldsskóla. Það er ekki auðvelt fyrir mig að standa hér og segja ykkur að fyrsta ári mitt í framhaldsskóla hefur reynst mér þung áskorun. Þá sérstaklega vegna þess að krafan sjálfstæðan lestur er meiri. Þegar ég lít tilbaka þá man ég eftir því að fyrstu árin mín í grunnskóla var vel fylgst með heimalestri. Við áttum að lesa heima daglega og svo lásum við upphátt fyrir framan kennarann.
Svo hægt og rólega minnkaði það og á unglingsárunum var eftirfylgnin svo nánast engin. Þetta ekki bara persónuleg reynsla mín, heldur endurspeglar hún til dæmis bara vel síðustu PISA-könnun sem var gerð árið 2022. Þar sýna niðurstöður okkur að lestrargeta íslenskra nemenda sé ábótavant og hefur hrakað mjög mikið síðan árið 2009. Hlutfall þeirra sem náðu viðmiði 1 var hæst í fyrsta bekk eða 85% en svo hrakaði það niður fram á 7. bekk og hlutfall þeirra sem náðu viðmiði 1 í 7. til 10. bekk var einungis 62–69%. Lestrarþjálfun barna og ungmenna krefst auðvitað góðra samvinnu milli foreldra og skóla, en heimilisaðstæður nemenda eru jafn ólíkar og við erum mörg. Það því nauðsynlegt að skólinn komi til móts við þá nemendur sem geta ekki fengið aðstoðina heima fyrir sem krafist fyrir heimalestur. Því fyrr sem við hjálpum þeim einstaklingum sem vantar aðstoð, því fyrr getum við komið með nýja lausn á því hvernig við getum æft lestur heima. Kennaraskortur mikið áhyggjuefni þar sem margir starfa sem kennarar en án viðeigandi kennsluréttinda. Ég vil samt taka það skýrt fram að allt starfsfólk í grunnskólum ómetanlegt. En það getur haft áhrif á námsútfærslu þegar kennarinn hefur ekki fengið sérstaka þjálfun. Þegar kennarar eru ekki með viðeigandi undirbúning getur það haft áhrif á hvernig grunnfærni eins og lestur kenndur og þar á með árangur nemenda. Síðast en ekki síst þá mikilvægt að efla ábyrgðartilfinningu nemenda gagnvart sínu eigin námi. Ég með nokkrar hugmyndir hvernig við getum reynt að gera það og listi sem fylgir með hjá ykkur öllum. Ég mun taka ábyrgð á þessu máli og taka þetta fyrir á næsta menntaráðsfundi Reykjanesbæjar. Vinnum áfram saman og tökum þetta skrefinu lengra. Setjum þetta í forgang og tryggjum að lestrarfærni verði styrkleiki sem styður við áframhaldandi nám og framtíðarmöguleika en ekki hindrun. Takk fyrir mig. Kæra þakki fyrir Kolbrún og það kannski rétt að geta þess að Kolbrún áheyrnarfulltrúi í menntaráði og Frosti sem að tala undan henni varaformaður ungmennaráðs. Þriðji ræðumaður dagsins hún Ísey Rún Björnsdóttir og hún fulltrúi unglingaráðs Fjörheima og áheyrnarfulltrúi í menningar- og þjónusturáði. Gjörðu svo vel, Ísey. Kæri forseti, bæjarstjórn og aðrir góðir gestir. Þetta annað árið mitt sem varaformaður í nemendaráði Stapaskóla. Á þeim 3 árum sem ég hef starfað í nemendaráði hef ég fundið fyrir miklum ágreining á milli skóla varðandi hver skóli fær að gera. Það ekki samræmi á milli hvað í boði hjá hverjum stað, þar af leiðandi upplifum við ríg á milli skóla. Það skiptir máli fyrir okkur nemendur að sé félagsstarf í skólanum. Að okkar mati þurft að vera þannig þeir skólar sem vilja gera mikið megi það að þessi lágmark sem hvert nemendaráð þurfa að gera í hverju mánuði fyrir nemendur. Það að sum nemendaráð gera ekkert fyrir nemendur utan skólatíma skapar leiðindi á milli skóla sem ekki gott fyrir okkur sem samfélag. En staðreyndin sú að sumir skólar fá ekki sömu tækifæri til að halda viðburði bæði á og utan skólatíma. Sumir fá ekki að vera með aðganginn á samfélagsmiðla og hafa ekki eða fá ekki aðstöðu fyrir viðburði, meðan aðrir eru með viðburði nokkrum sinnum í mánuði. Kennararnir þurfa að treysta krökkunum í nemendaráði og aðstoða þau við að skapa skemmtilega stemmingu og félagslíf fyrir nemendur í skólanum. Mér finnst að við öll að hafa tækifæri til að vera með gott og öflugt félagslíf í skólanum og það veri meira samræmi á milli skóla því við höfum öll svipuð markmið og viljum geta unnið saman í staðinn fyrir að vera móti hvort öðrum. Krakkar í skólum ekki að þurfa að horfa á aðra skóla, gera margt skemmtilegt en þau fá hreinlega bara að gera ekki neitt. Mér langar svo að sjá þetta breytast og vona að getum breytt þessu saman. Mér finnst að allir eiga skilið að geta gert ýmislegt skemmtilegt og fá að taka þátt í öflugu félagslífi, bæði á skólatíma og eftir skóla. Takk fyrir. Góða þakkir, Ísey. Og næst stígur hér á stokk hún Eydís Ásta Fossádal Rúnarsdóttir og hún fulltrúi Heiðaskóla. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarstjórn og aðrir góðir gestir.
Grunnskólar bera miklu skyldu að börn og ungmenni frá aldrinum 6 til 16 finna öryggi og að móta þau í manneskjurnar sem þau eiga eftir að verða að. Grunnskólar eiga að stuðla að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra og samstarf við aðra. Forvarnastarf í grunnskólanum er til að vernda nemendur frá því að lenda í vanda vegna neyslu áfengis, annarra vímuefna eða eineltis. Grunnskólinn er kjörinn staður til þess að vinna að forvarnastarfi vegna þess að hann er stór þáttur í uppeldi barna. Ástæðan fyrir því að ég er að tala um grunnskóla og forvarnir er að ég vil að grunnskólanni vinni meira með forvarnastarf og normalæsa að tala um þetta umræðefni við ungmenni. Frá minni upplifun frá skólanum mínum hefur hann varla tekið umræðefni og einu staður sem hefur rætt þetta við ungmenni eru fjörheimar. Og þótt að starfsfólki þar er að vinna starf sitt vel og eru duglega að ræða um þetta, vill ég líka fá að heyra meira um þetta í daglegu lífi í skólanum. Einnig er gríðarlega nauðsynlegt að tengja saman félagsmiðstöðvar, heimili, íþróttastörf, framhaldsskóla og grunnskóla í umræðinni forvarnir. Ég hef verið að skora margar greinar rannsóknir vegna vímuefnaneyslu unglinga í 10. bekk. Þegar bjórinn var lögleiddur hér á landi 1988 jókst áfengisneysla margfalt. Munurinn milli 1995 og 2018 er hvernig áfengisneyslan hefur lækkað gríðarlega mikið á ungmennum. Og niðurstöðurnar árið 2018 voru að 14% unglinga höfðu drukkið undanfarna 30 daga, en árið 1995 var talan 46%. Þetta er rosaleg breyting fyrir hið betra, en ekki allt gott hefur jákvæða hliðbaka. Kannabisneysla hefur aukist gríðarlega síðustu liðin ár hjá unglingum í 10. bekk og það þarf að skoða það vandamál hvað er hægt að gera í því að snúa þeirri þróun við. Það er ljóst að vímuefnaneyslu er að aukast að nýju formi kannabis. Þess vegna eru forvarnir gríðarlega mikilvægar. Þetta er svo virkilega stórt vandamál í samfélaginu sem hefur áhrif á andlega heilsu barna og sérstaklega unglinga. Ekki bara fyrir ungmenni neyslu sjálf, heldur einnig fyrir fólki í kringum þau. Ég vona þið takið sér til ykkar og gerið hvað sem þið getið til að koma orðin fram forvarnir og mikilvæg þeirra til að hjálpa ungmennum með andlegu heilsu sína. Já, það er mikilvægt að gefa fólki svigrúm til að klára og vera ekki of fljót í að klappa. Sóley Guðjónsdóttir er áheyrnarfulltrúi í menningar- og þjónusturáði og hún ætlar að flytja fyrir okkur næstu ræðu. Gjörðu svo vel, Sóley. Ágæti forseti, bæjarstjórn og aðrir góðir gestir. Ég vil byrja á því að þakka kærlega fyrir að fá að vera hér í dag og fyrir tækifærið sem ungmenni til að taka þátt í umræðum sem snerta samfélagið okkar. Það er mikill heiður að fá að sitja þessa fundi og leggja mitt að mörkum. Hins vegar vil ég vekja athygli á ákveðnu atriði sem hefur reynst mér og öðrum ungmennum í ungmennaráði nokkuð erfitt. Og ég vona að bæjarstjórnin sé möguleika á úrbótum. Fundir menningar- og þjónusturáðs eru yfirleitt haldnir á föstudagsmorgnum frá klukkan 8:30 til 11 og eins og staðan er núna þarf ég að sleppa fyrstu 3 tímum í skólanum til að mæta. Áfangarnir sem ég er að missa úr eru yfirleitt stærðfræði og danska. Stærðfræði, danska og íslenska. Þetta eru mikilvæga námskeinar þar sem við vinnum ofta verkefnum sem byggja á fyrri kennslu og það getur komið upp upprifjun eða jafnvel próf í þessum tímum. Þetta hefur bein áhrif á framvindu mína í náminu og getur valdið því að ég þurfa að eyða tíma í að vinna upp það sem fór fram. Það er auðvitað í lagi ef þetta gerist einu sinni en þegar fundirnir eru alltaf á sama tíma skapar þetta smá vandræði fyrir mig og aðra nemendur í sömu stöðu. Ég vil því undirstrika það að það er mikilvægt fyrir mig að mæta á þessa tíma til að tryggja góða námsframvindu. Ég vil því koma með hugmyndalausn. Ef bæjarstjórnin gæti skoða möguleikann á að dreifa fundatíma meira eins og til dæmis að hafa þá einstaka sinnum eftir hádegi eða jafnvel á öðrum vikudögum. Þá getur fleiri ungmenni tekið þátt án þess að þurfa að missa á skólanum. Þetta myndi bæði auðvelda okkur sem viljum vera virk í samfélaginu að mæta. Ég skil að fundatímar ráðast af ýmsum þáttum og að þeir þurfa að henta bæði ykkur og öðrum fundagestum. Ég vil þó leggja áherslu á að ef við viljum virkilega stuðla að þátttöku ungmenna í sveitarstjórnarmálum, þá er þetta lítið skref sem gæti skipt miklu máli. Ég vona að þessi athugasemd verði tekin til umhugsunar og að við í ungmennaráðinu getum haldið áfram að eiga góð samskipti við bæjarstjórnina og leggja okkar framlag í bæjarmálin án þess að þurfa að velja á milli skóla og samfélagsþátttöku. Takk fyrir mig. Kæra þakki fyrir. Það var komið að fulltrúa ungmenna, Linda Líf Hinriksdóttir, 7. ræðumaður í dag.
Ágæti forseti, bæjarstjórn og aðrir góðir gestir. Í dag langar mig að tala andlega heilsu ungmenna. Ég hef sjálf lent í því hversu erfitt það getur verið að glíma við andlegan erfiðleika. Ég gekk í gegnum tímabil þar sem ég vildi ekki mæta í skólan af því að mér leið illa og ég beið í 4 mánuði eftir að fá tíma hjá sálfræðing. Á þessum tíma þorði ég ekki að tala við neinn tilfinningarnar mínar. Ekki einu sinni foreldra mína. Þegar ég fekk loksins tækifæri til að fá stuðning breyttist allt. Ég fekk loksins tíma hjá sálfræðing og svo talaði ég við foreldra mína hvernig mér leið. Stuðningu þeirra hjálpaði mér að komast í gegnum erfiða tíma. Ég var opnari með nýjum tækifærum, var virk í félagsstarfi og kynntist nýjum krökkum. Ég fann stuðning og fékk meiri sjálfstraust sem hjálpaði mér að opna mig og tjá mig tilfinningarnar mínar. Það sýndi mér að það hægt að komast í gegnum erfiða tíma með réttum stuðning. En nú komið að okkur. Hvað getum við gert til þess að bæta heilsu ungmenna í Reykjanesbæ? Þetta ekki bara eitthvað sem við viljum, þetta eitthvað sem við þurfum að gera. Við viljum að fá fleiri sálfræðinga í Reykjanesbæ. Því enginn ætti að þurfa að bíða mánuðum saman eftir að fá aðstoð. Félagsráðgjafar ættu að vera í öllum skólum svo að það sé alltaf ykkur til staðar til að hlusta okkur þegar við viljum opna okkur með erfið mál. Því þeir ættu að geta veitt stuðning og ráðgjöf fyrir okkur öll. Einnig ættu að koma með fræðslur andlega heilsu í skólum, þar sem við getum rætt þreytu, kvíða og hvernig best er á að takast á við það. Félagsráðgjafar í skólunum gætu til dæmis fengið það hlutverk. Við ættum að skapa öruggt og styðjandi umhverfi þar sem enginn á að skamma sín fyrir að leita og biðja hjálp og öll hafi aðgengi að einhverjum til þess að tala við. Ef ungt fólk fær aukin tækifæri til að blómstra, þá blómstrar samfélag okkar líka. Kærar þakkir fyrir Linda. Næst kemur hér í pontu Aðalheiður Ísmey Davíðsdóttir og hún einnig fulltrúi unglingaráðs. Hún fulltrúi unglingaráðs Fjörheima. Ágæti forseti, bæjarstjórn og aðrir góðir gestir. Ég heiti Aðalheiður Ísmey og er hér komin til að ræða svefn unglinga. Táningar fá lítinn svefn, það vitum við öll, en vitum við hvers vegna? Á seinasta ári var gerð tilraun í Vogaskóla tengt svefnvenjum unglinga. Niðurstöðurnar sýna að unglingar í Vogaskóla sem byrjuðu skóladaginn kl. 9:10, 40 mínútum síðar en venjulega, fengu betri svefn og upplifðu minni klukkuþreytu samanborið við unglinga í öðrum skólum. Það eru ákveðnir þættir sem gerast á unglingsaldri við kynþroskan, þá seinkar dægursveiflu unglinga þannig að þau byrja seinna á kvöldin að framleiða svefnhormón og verða seinna þreytt. Þannig að unglingar verða gjarnan svona náttúrulegir nátthrafnar, segir Erla Björnsdóttir, sálfræðingur og doktor í svefnrannsóknum. Erla segir einnig að klukkan hér á landi hefur mikil áhrif á svefn og að við á Íslandi förum seinna að sofa en nágrannalönd okkar. Við höfum barist lengi til að breyta íslensku klukkunni en það hefur ekki verið gert. Erla telur að það að klukkan í okkar samfélagi sé á stillt á röngum tíma hafi mikil áhrif á svefnleysi unglinga. Flestir unglingar sinna tómstundum, íþróttum eða félagsstörfum sem dragast seint til kvölds og eru þá komin heim til sín enn seinna og eru þá eftir að sinna heimilisstörfum og heimavinnu. Okkar fyrsta skref til að bæta svona vanda væri til dæmis að seinka byrjun skólatíma á unglingastigi. Reykjavíkurborg tók þetta til sín og í byrjun voranar var skrifað undir samning sem mun seinka byrjun skólatíma unglinga í Reykjavík til í fyrsta lagi 8:50 næstu 3 árin. Flestir skólar í Reykjanesbæ byrja kl. 8:15 til 8:30 nema Millabaukaskóli sem seinkaði byrjun skólatíma til kl. 9. Hér frásögn frá formanni nemendaráðs í Millabaukaskóla. Við seinkuðum okkar skólatíma til kl. 9 til að bæta svefn unglinga. Perla Dís segir að kennarar og nemendur hafa orðið hressari og einbeiting nemenda hefur bæst mikið. Hún segir einnig frá að svefn í tíma á unglingastigi hefur fækkað ótrúlega mikið. Við viljum öll betri svefn fyrir kennara, unglinga og starfsfólk skólans okkar. Ég skora á ykkur til að prófa þessa tilraun og sjá niðurstöður sem ég trúi að vera allar jákvæðar.
Takk fyrir mig. Takk Aðalheiður, ég tengi mjög, mér finnst gott að sofa. Næstur er Kristinn Einar Ingvason, fulltrúi Stapaskóla, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarstjórn og aðrir góðir gestir. Ég heiti Kristinn Einar Ingvason og ég er fulltrúi Njarðvíkurskóla í ungmennaráði Reykjanesbæjar. Áskorun mín til ykkar, kæri forseti og bæjarstjórn, er að tryggja öryggi barna sem búa í Ásahverfinu og þurfa að fara stórhættulega leið í Njarðvíkurskóla. Það er eitthvað búið að gera, til dæmis ljósstaura við gangbraut í Grensbrekku, en það er bara því miður ekki nóg. Ökumenn og gangandi fólk eru oft í mikilli hættu að koma sér inn á Njarðarbraut og skapast mikil hætta þar á hverjum degi. Ég hvet ykkur til þess að mæta við Grensbrekku kl. 7:45 og vera til kl. 8:05 og meta það hvort að þið myndu vilja að senda barnið ykkar labbandi í skólann. Besta lausnin væri að setja hringtorg og gangbrautarljós. Annað sem mig langar að nefna er opnunartími sundlaugarinnar. Það er áskorun mín til ykkar að lengja opnunartímar helgar. Það er ekkert meira pirrandi en þegar ég er búinn að keppa og langar að fara í sund með vinum mínum þá er bara sundið búið að loka kl. 6. Ég tel að með því að lengja opnunartíman helgar er vettvangur fyrir ungt fólk að skella sér í sund fyrir að hanga heima í símanum og tölvunum. Takk fyrir mig. Kæra þakki Kristín, og mér heyrðist hann hafa sagt að hann var í fulltrúi Njarðvíkurskóla, það er ekki rétt. Ok, takk, það er alveg rétt. Nýtur ræðumaður er Andrea Elisabeth Ragnarsdóttir og hún er fulltrúi ungmenna, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarstjórn og aðrir góðir gestir. Ég geng mikið yfir daginn, bæði með vinum og einn til að komast í skólann og æfingar í Reykjanesbæ. Ég hef oft þurft að labba á götunni, bílaplani eða á grasi sem við getum verið sammála er ekkert sérstaklega hentugt fyrir börn og ungmenni. Ég vil benda ykkur á þá staðreynd að það að ganga á götunni og bílaplani með myrkri er ekkert sérstaklega öruggt og við búum frekar norðanlega í heiminum þannig að á veturnar er frekar dimmt meiri hluta sólarhringsins. Ég er virkur þáttakandi í unglingadeild Klettur hjá Björgunarsveiti Suðurnesja og sæki æfingar þangað ásamt 25 öðrum unglingum. En það er engin gangstétt né gangbraut fyrir okkur sem koma gangandi eða hjólandi, auk þess sem götulýsing er nánast engin í götunni hjá Björgunarsveitinni Holtsgötu. Ég er einnig nemandi í Háleitiskóla og geng heim daglega úr skóla ásamt tæplega 450 öðrum nemendum skólans sem flest gera það líka eða taka strætó heim til sín. Við í Háleitiskóla eru nánast engar gangbrautir, fáar gangstéttir og götulýsing á Ásbrú ekki góð. Börn og ungmenni eru ekki duglega að nota endurskinsmerki og eru oft í símanum meðan þau ganga, sem þýðir að þau eru líklega en aðrir að verða fyrir bíl. Þetta eru líka hópur íbúa sem gengur hvað mest á milli staða í Reykjanesbæ. Því er mikilvægt að passa vel upp á staðirnir sem við sækjum mest séu eins öruggir og hægt er. Ég hvet ykkur til þess að byrja á því að setja fleiri gangbrautir við Háleitiskóla auk þess að laga umferðaröryggi við Holtsgötu þar sem Björgunarsveitin er staðsett og huga betur á gangstéttum og götulýsingum þar sem börn og ungmenni eru oftast hjá. Það er frábært starf í gangi á báðum stöðum en við sem sækjum það þurfum að vera örugg og þið hinir fuglarnir eiga að tryggja öryggi okkar. Einu sem við biðjum er gangbraut, gangstétt og góð lýsing. Kæra þakki fyrir. Næst er Perla Dís Gunnarsdóttir, fulltrúi Myllubakkaskóla og áheyrnarfulltrúi umhverfis- og skipulagsráði. Gjörðu svo vel, Perla. Ágæti forseti, bæjarstjórn og aðrir góðir gestir. Ég heiti Perla Dís og mig langar að ræða stuttlega hlutverk bókasafna í okkar bæjarfélagi. Ég passa lítinn strák í Kópavogi og mikið passa hann síðastliðið sumar. Þar sem ég er ekki með bílpróf og erfitt er að koma bílstól fyrir hopphjóli, þá þurfti ég að finna eitthvað fyrir okkur að gera sem er nálægt heimilans.
Það vill svo hefnilega til að hann býr nálægt bókasafni Kópavogs. Á bókasafninu geggjuð barnadeild sem mjög vel nýtt. Okkur fannst svaka gaman á bókasafninu og leikvöllum fyrir utan enda var mikið af fólki þar. Í Reykjanesbæ hefur verið svona bókasafna vesen eins og við flest vitum og til stendur að flytja í bókasafnið. Mér langar að leggja fram nokkra hugmyndir fyrir bókasafnið. Góðan leikvöll fyrir utan, með rólum, hoppudínu, kastala, hringekju og nógu leiktækjum, ásamt barnadeild með aðstöðu fyrir smábörn. Barnadeildin ætti að vera notalega stæði til þess að setjast niður og lesa bækur, lítið safn með til dæmis plánetum eða sjávardýrum. Mér finnst ætti líka vera salur á bókasafninu fyrir börn og ungmenni til þess að vinna heimanámi og tómstundastörfum, eins konar fablab eins og í FS. Einnig ættum við að hafa í huga að mæta þörfum eldri borgara á þessum sama stað til þess að tengja saman þau yngri og eldri. Einnig legg ég til að almenningssamgangnakerfi Reykjanesbæjar verði sameinað samgöngum Flugstöðvar og Strætó BS. Gæði almenningssamgangna þarf að auka og fá aðila á svæðinu til þess að vinna betur saman. Takk fyrir áheyrnina. Kærar þakkir Perla. Og nú fáum við fulltrúa Stapaskóla hér. Gabriel Örn Ágústsson, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarstjórn og aðrir góðu gestir. Ég heiti Gabriel Örn Ágústsson og ég ætla að tala um skort á ljósastaurum. Íbúarfjöldi í Keflavík og Njarðvík hefur margfaldast síðastliðin 10 ár og með þessari fjölgun hafa risið mörg ný hverfi sem í dag heitir Reykjanesbær. Það hefur verið byggður aragrúi af blokkum, einbýlishúsum, raðhúsum með tilheyrandi götum og torgum sem við fögnum. En því miður í þessari þróun hefur götulýsing urðið útundan. Víða eru vegir í hálfa myrkri og skugga sem eru gangandi vegfarendum og umferð til mikillar hættu. Við búum í landi þar sem við erum heppin að hafa löng og björt sumur en veturinn eru leið í miklu myrkri. Stundum fleiri vikur þar sem dagbirta sést ekki. Því það mjög mikilvægt að götulýsing í þessum nýju bæjarhlutum sé góð og nái ekki bara yfir aðalgötur, heldur líka minni vegi, sund og opin svæði. Ég legg því til að bæjaryfirvöld setjist niður og kortleggja þessa nýju byggð og gera áætlun fyrir úrbætur og það sem fyrst. Við erum líka heppin að hafa ódýrt rafmagn og tækni sem getur stýrt þessu og því þetta fjárfesting sem á eftir að skila sér margfalt þegar lýsingin hjálpar okkur að komast hjá slysum og óhöppum. Ég vona að það verði gert eitthvað í þessu á næstunni og ég vona einnig að þið sjáuð ykkur fært að upplýsa okkur í ungmennaráði ef eitthvað verði gert í þessum málum. Takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir. Næst er Katrín Alda. Gjörðu svo vel. Fulltrúi ungmennaráði. Kæri forseti, bæjarstjórn og aðrir góðir gestir. Vallarhúsið okkar í Njarðvík hefur nú staðið sem bráðabirgðalausn í 18 ár. 18 ár! Þetta hús áttu upphaflega að vera tímabundið en hefur staðið langt umfram þann tíma. Eins og ég nefnt í fyrrum ræðum þá hefur Vallarhúsið einfaldlega sprungið og langt frá því að geta uppfyllt þarfir okkar. Ég er bæði leikmaður í Grindavík Njarðvík, meistaraflokki kvenna og aðstoðarþjálfari yngri flokka í knattspyrnufélagi Njarðvíkur og upplifi ég daglega hversu mikil áhrif skortur á aðstöðu okkar hefur okkur leikmenn, unga iðkendur og þjálfunina í heild. Við höfum nú þegar stigið stórskref með því að fara í samstarf við Grindavík í meistaraflokki kvenna sem stuðlar að framþróun bæði fyrir félögin og fyrir bæjarfélagið. En nú vil ég útskýra ástandi fyrir ykkur enn betur. Vallarhúsið er aðeins með 2 klefa. Annar klefin er fyrir meistaraflokk karla og hinn er lítill gestaklefi. Þetta er allt of lítil aðstaða fyrir félag og okkar stærðargráðu. Við, stelpunnar, erum að nota gestaklefann, en þegar kemur að leikjum er þetta fyrirkomulag algjörlega óásættanlegt. Það er ekki einu sinni hægt að bjóða utan að koma til liðum upp á viðeigandi aðstöðu. Það er jafnvel óhugsandi að halda áfram að bjóða liðum hingað þegar ekki hægt að úthluta þeim klefa. Þetta er einfaldlega ekki samræmi við nútíma aðstæður eða þó virðingu sem gestarnir eiga skilið. Knattspyrnufélag Njarðvíkur er alls ekki lítið félag. Bæði meistaraflokkur karla og kvenna eru í lengjudeildinni og það er langt frá því að vera boðlegt að fá önnur lið til okkar án þess að geta útvegað klefa og ásættanlega aðstæðu. Þetta er ekki einungis praktískt vandamál.
Þetta er spurning virðingu og fagmennsku. Öll önnur félög fá þá virðingu frá sínu bæjarfélagi, hafa góða aðstöðu til þess að halda uppi góðum leik- og æfingaaðstöðu. En við í knattspyrnufélagi Njarðvíkur fáum ekki sömu virðingu og þau. Þetta er ósanngjarnt og hreinlega svindl gagnvart okkur sem leggjum líf og sál í þetta félag. Ég stend hér í dag til að berjast fyrir félagi mínu af því að það skiptir mjög miklu máli að eitthvað verður gert. Ég ger mig grein fyrir því að þetta er kostnaðarsamt verkefni, en það sem ég er að biðja er að staðið verði við það loforð sem gefið var fyrir 18 árum. 18 ár höfum við búið þessa bráðabirgðalausn. Það er kominn tími til að gera betur. Ég geri mér hinskillega fullkomlega grein fyrir því að þetta loforð var ekki ykkar, heldur þáverandi bæjarstjórnar og fyrrum bæjarstjóra. Ég skil vel að þetta getur verið óþægilegt að þurfa að taka upp mál sem að lofa var í fortíðinni en aldrei framfleygt. En það er nauðsynlegt. Við getum ekki látið þetta mál dragast lengur. Né leyft að félagsstarfið í Njarðvík verði áfram fyrir barðinu á fyrri loforði. Ég ætlaði að koma hingað í dag með hrós til bæjarins því að það er ótrúlega margt gott í gangi hér í Reykjanesbæ. En þetta mál brennur á mér og skiptir mig mjög miklu máli. Ég hef talað þetta í síðustu 2 ræðum og mun ekki hætta fyrir eitthvað verður gert eða málið tekið alvarlega til skoðunar. Kæra þakki fyrir og bara til ykkar ungmenna, kæra þakki fyrir allan undirbúninginn, fyrir ábendingarnar og fyrir brýninguna og til þeirra sem hafa verið aðstoða okkur, kæra þakki til ykkar líka og við göngum til samtals. Mér langar að benda bæjarfulltrúum á að það er einnig 2 skrifleg erindi sem komist ekki fyrir hér í ræðustól í dag frá annars vegar Elísabetu Maríu Þórisdóttur sem er að fjalla svona þessum afþreyingamöguleika í Reykjanesbæ og hins vegar frá Emilíu Bjarnveigu Skúladóttur sem er að brýna okkur með strætómál í Reykjanesbæ. Og að þessu sögðu þá er orðið laust Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Kæra ungmennaráð og fallega bæjarstjórn. Takk fyrir fundinn og takk fyrir að koma til okkar. Það er alltaf gaman að hitta ykkur og mér langar aðeins bara að renna yfir nokkur erindi en ég ekki að fara yfir öll út því ég ætla ekki að taka tíman frá okkur öllum. En mér langar bara að ympra því að við erum að hlusta og við erum að leggja okkur fram og þið heldur frábært ungmennaþing og man ekki alveg hvaða dagsning var á því. En við í sjálfbærniráði tókum það til okkar og á einum stað töluðum að Reykjanesbær væri sóðalegur og þyrfti að vera fallegir og fleiri ruslatunnur. Þannig að við keyptum 6 ruslatunnur sem eru fyrir utan 88 húsið ykkar og á fleiri stöðum út af því að við vildum bregðast við og gera það sem að þið eru að segja. Þannig að það er vissulega verið að horfa í það. Hann Frosti kom inn á snjallsíma og ég er svo innilega sammálaður og ég fór til Parísar daginn á kaffihús þar sem símar voru bannaðir og ég vissi ekki hvert ég væri að fara. Ég get svo svarið fyrir að mér leið illa og ég vissi ekki hvað ég átti að gera mér. Ég var að inn í 45 mínútur. Þetta er samfélagslegt vandamál og það er ekki tilviljunarkennt að kvíði í okkur öllum, hvort sem það er börnum eða foreldrum er orðnir svona mikið. Við eigum að vera online tiltaks alltaf og þetta er orðið fáránlegt. Og bara mér finnst svo ótrúlega gaman að hlusta á ykkur að þið eru að pæla í þessu, að þið eru að leggja máls á þessu, að þið finnir fyrir þessu, þannig að takk fyrir það. Hún Eydís kom inn á forvarnir. Ég er mjög ánægð með, forvarnir er það besta sem til er út af því að það er svo erfitt að leiðrétta hlut sem er þegar gerður og þess vegna er best að byrja ekki að drekka, að byrja ekki á fíkniefnum, að hlusta á kynfræðslutímana áður en óléttan kemur, forvarnir virka best. Þannig að takk fyrir þetta og þetta er rosalega mikilvægt út af því að aðalatriðin í forvörnum er oft hluti sem okkur finnst óþægilegt að ræða. Það var alveg fólk sem að skrópa í kynfræðslu. Það er alveg fólk sem fannst óþægilegt að hlusta á smokkatal og annað, en þetta skiptir gríðarlegu máli. Þannig að bara áfram þið og auðvitað eigum að vera með samræmda forvarnastefnu í öllum okkar skólum sem taka þessi grunngildi. Vímuefni, getnaðarvarnir, áfram með fjármál. Til þess að við séum sterkar einstaklingar öll, ekki bara 1 skóli eða 2. Lindalíf, takk fyrir að opna þig. Þetta hefur ekki verið auðvelt að ræða. Það var mjög fallegt hjá þér. Andlegir erfiðleikar er ekki til að vera feimin yfir. Þetta er eitthvað sem við eigum að ræða.
og ef þið getið ekki rætt við foreldri ykkar eða skólan, finnið eitthvað vin, eitthvað sem getur hlustað á okkur út af því að andlegir erfiðleikar svakalegt mein í okkar samfélagi. Ekki gera lítið úr því aldrei því að þetta skiptir máli. Takk fyrir að ræða þetta. Það eru fleiri mál hérna, mér langar kannski að koma sérstaklega inn á Kristinn með Ásahverfi sem að ég svo hjartanlega sammálaður. Þetta orðið stórhættulegt og við erum að skoða hvað við getum gert. Það mun koma betri vegur þarna og hringtorg til framtíðar, það tekur tíma. En við erum líka að skoða hvað við getum gert fyrir botnin á Grænásum því við vitum að börn fara þarna yfir. Þetta er eitt umferðarslys umferðarslys svo mikið, við vitum það. Bara í blálokin þá vil ég þakka Katrínu Öldu fyrir fótboltabrýninguna. Ég veit að þetta liggur djúpt á þér og ég veit að við þurfum að gera betur. Og þarna er einnig verið að skoða hvað við getum gert tímabundið út af því að eins og þið vitið þá verður þetta risasvæði til framtíðar. Þessi akademíur eitur, fótbolta framtíð sveitafélagsins og fimleikana. En það er langtímaplan. Þannig að við erum að skoða hvað við getum gert til styttri tíma. Þannig að takk fyrir að koma, takk fyrir þetta er rosalega mikilvægt. Því eins og ég segi á öllum þessum fundum, við getum ekki verið allstar, við þurfum ykkar öll til að vera betri. Takk fyrir ykkur. Birgitta Rún Birgisdóttir, gjörðu svo vel. Góðan daginn. Mér langaði líka bara að þakka ykkur kærlega og ég er eiginlega heilluð af ykkur út af því að það þarf mikið hugrekki til að koma hérna upp og tala fyrir framan bæjarstjórn og bara geggjubrýning sem við erum að fá. Við tókum eftir því að það er mikil samnefnari í öryggismálum hjá okkur, greinilega margt sem þarf að laga þar og við þurfum að taka það alvarlega. Ég hef verið við Grænásbrekkuna á mótnana og það er ekki gaman, ekki heldur sem akandi, eða sem ökumæður. Þannig að þetta er alveg eitthvað sem við þurfum að taka fyrir. Frosti, mér fannst þetta geggjuð hugmynd með þessa sekki fyrir símana. Já, þarna ertu. Ég er sjálf, ég á unga drengi og ég myndi mjög gjarnan vilja að það veri ekki símar í grunnskólum og bara því ég fann bara mikið mun þegar minn drengur fór að geta verið með síman í skólanum. Og ég velti fyrir mig bara líka eftir erindi Kolbrúnar og mér fannst það mjög áhugavert að hún fann fyrir mun á að undirbúningurinn hafi ekki verið góður fyrir framhaldsskóla. Og ég velti fyrir mér hvort að símarnir, minnkun síma í skólum hafi kannski bætandi áhrif á lestur. Ég velti líka fyrir mér hvort að við getum einhvern veginn normalisera það að það sé ekki nördalegt að vera að lesa. Nú var ég að læra með syni mína fyrir dönskupróf og þar var kafli það að einhver stelpa væri kölluð nörd í skóla því að hún hefði áhuga á lestri. Þannig að þetta er eitthvað sem við erum að skoða og kannski þið, af því þið eru ótrúlega öflugur hópur, getið líka hjálpa til með inn í grunnskólana að það er ekki nördalegt að vera að lesa. Og Eydís, mér fannst frábært líka að heyra forvarnastarfið og áhugavert. Ég hélt að það veri miklu meira það í skólum en ekki bara hjá fjörheimum. Og mér finnst það eitthvað sem við þurfum líka að taka okkur til okkar. Og Linda Líf, bara takk hérlega fyrir að koma með þessa ræðu andlega líðan ungmenna. Þetta er, hvar ertu Linda? Þarna ertu. Bara takk fyrir að opna þig, ég þekki þetta alveg líka og í minni nánustu fjölskyldu. Það er fullt sem við getum gert, nota tæknina miklu meira í sálfræði aðstoð fyrir ungmenni. Þannig að og ég er hjartanlega sammála þá engum að líða illa í Reykjanesbæ. Og bara öll hin sem ég er ekki búin að nefna á nafni, bara takk hérlega fyrir og við bara öll sem eitt tökum okkur taki og reynum að gera okkar besta í þessu. Takk fyrir. Bestu þakkir, orðið laust
Sverrir Bergmann Magnússon. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, Frosti Kjartan og ungmennaráð. En virkilega gaman, þetta alltaf skemmtilegastu fundir, það bara þannig, það klappa þegar allir tala og svona og þessi mál sem þið eru að koma með, þau eru svo nauðsynleg brýning og það bara rétt hjá okkur. Þið aldrei hætta, þó að þið verið að taka upp gömul mál eins og með Njarðvíkurmálið þarna áðan, þá aldrei hætta fyrir þið orðið sátt með útkomuna. Það bara, hafið það bara sem leiðiljós eiginlega í öllu sem þið gerir. Og ég veit að þú meintir ekkert illt með nördismannum en ég búinn að vera mikil talsmaður nörda í allt mitt líf. Og það frábært að vera nörd, því að þá maður bara sá sem maður í öllu sem maður gerir. Ég ætla að fara hérna yfir að símalausa grunnskóla. Frábær hugmynd og ég elska þegar að menn koma með svona einhverja lausnir og sýna þær. Þetta æðislegt. Og það að svo náttúrulega hefur kennarinn væntanlega völdið sem segli og segir mér eitthvað að einhverjum myndi finna svona segla í HM og vera að mæta með það í skólan, sakatöffarar, en maður veit ekki. En ég sé það getur eitthvað spennandi. Svo Kolbrún, þetta finnst mér til fyrirmyndar. Að vera með eitthvað gagn og hún ætlar að koma með þetta inn á fund menntaráðs og hún ætlar að láta okkur fara yfir þetta og það að hafa þetta tækifæri að vera inn í ráðum bæjarins ómetanlegt og nýtið ykkur það. Ég verður bara hvetja ykkur til að nýta ykkur og ef þið komist ekki, farið við fundagerðirnar og sendið bara á ykkar formann og láta hann vita hvað ykkur finnst. Því að við tökum þetta svo áfram. Við gerum það. Við viljum heyra frá okkur, alveg eins mikið og við getum. Svo ætla ég að reyna að halda hérna áfram, maður getur náttúrulega ekki farið yfir allt, en ég vil alveg kannski fara inn á svefnin af því ég var að kenna hérna uppi á Ásbrú og þar mættu nemendur alltaf klukkan 9. Og ég held að þetta sé eitthvað sem við verðum að skoða. Þetta skiptir alveg máli og ef að krakkar eru að vaka lengi og finnst þeim ekki vera nú vel sofnir, eða hvað maður segir, hvíldir, þá hefur það áhrif á allt og það ekkert gaman að vera óhvíldur og pirrar allan daginn og þykist alltaf geta lært eitthvað sem maður bara næri ekki, af því maður hefur ekki orku né einbeitingu í það. Og svo tek ég undir þessa með lýsingunni í bænum. Það bara, ég á 2 litlar stelpur og ég mjög stressaður þegar þær fara út í umferðina að hlaupa og labba fara yfir götur þar sem ekki nógu lýstar og sjást ekki. Og ég vil hvetja ykkur öll bara til þess að reyna að verða ykkur út endurskinsmerkið ef þau alveg, þau virka. Eitthvað sem við erum að redda því einhvern veginn, ég veit það ekki. Ég með alls konar hugmyndir, ég vildi vera með svona jólatré og búr og svona sem endurskinsmerki sem verður svona stemningi við jólin. En já, bara takk hérlega fyrir ykkur og takk fyrir að gefa ykkur tími í þetta. Já, hér fæðast bara viðskiptahugmyndir. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir, ungmennaráð. Ég varð eiginlega að koma upp, það búið að segja og búið að fara yfir og það ekki búið að nefna alla, en þið tóku kannski eftir að mörg okkar að skrifa niður þegar þið komið upp. Skrifa í okkur punkta vegna þess að þetta skiptir máli. Og þegar við höfum verið að vinna, þráttur að við séum sjálfstæðisflokkur, þá veit ég að hinir eru þarna líka, að þið eigið þetta að sjá og hafið séð að við erum að skrifa þetta niður og erum að taka þetta inn í fjárhagsáætlun og fleira. Þannig að við heyrum alveg hvað þið eru að segja. En ég kom líka ekki síður upp til að þakka frábærum starfsfólki hérna, Gunnhildi og Ólafi Berg, fyrir þennan frábæra undirbúning. Ég hef verið með fólki sem að byrja í pólitík og það skelfur á beinunum að fara hérna upp. Þetta ekkert einfalt. En þið eru bara þitt þjálfun, þannig ég hveti ykkur, talið bara við Hermann eða ykkur á fleiri. Komið bara og vinnið með flokkunum. Það eru bara fullt af ungmennum og komið ykkar skoðum á framfæri og talið þið bara sem oftast og hvar sem þannig að hafið áhrif. Þið hafið alveg ótrúlega áhrif. Talið við þá sem eru að vinna með okkur, þá heyrið það. Endilega, áfram þið. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Virðulegi forseti og góðir gestir. Mér finnst einhvern veginn eins og við komum hérna fram. Þetta eru svo skemmtilegir fundir þegar við fáum ykkur svona
heit líka, þú veist, við hlustum og heyrum það sem þið eru að segja sem eru áheyrnarfulltrúar í nefndum og ráðum, en þið komi hérna svona rosalega vel undirbúin og ég er svo stolt af ykkur að standa hérna eins og Margrét sagði og bara flytja ykkar erindi hérna fulla sjálfstrausti. Og ef ykkur finnst þið, af því ég heyrði að voru einhver að tala um að þið væru stressaðir áður en þið byrjuðu, að við heyrðum það ekki. Það voru allir bara mjög öruggir. Og það er líka svo gott að hafa hennar vettvang, því að ég man það bara þegar ég var á ykkar aldri sem er bara fyrir rosalega stuttu síðan, að þá var þetta ekki, við höfðum ekki þennan vettvang. Þannig að mér finnst það líka bara að það skiptir máli að heyra hvað ungt fólk hefur að segja. Það skiptir ofboðslega miklu máli. Mér finnst líka gott að heyra að þið eru að nýta raddirnar ykkar inn í nefndum og ráðum og við höfum rætt alveg núna síðustu fundi að minna á það þið eru þarna og þó að það sé ekki öll inn í nefndum og ráðum að þá eigi þið ykkar fulltrúa, áheyrnarfulltrúa og nýtið þetta því að þið eru með svo ótrúlega margar góðar hugmyndir og þið sjáu hlutina líka út frá allt öðru sjónarhorni heldur en við hinn sem erum ekki inn í skólunum hvort sem það eru grunnskólar eða framhaldsskólar og þið eru bara með allt aðra sýn. Þannig að nýtið þið þessi tækifæri eins vel og þið getið og það er frábært að fá inn í menntaráð núna þessar hugmyndir eins og varandi lesturinn og það. Það er bara mjög mikilvægt og ég veit að við erum, að því ég deili, ég er sjálf kennari þó ég vinn ekki út í skólanum hérna, að það skiptir máli að taka á móti eins og nýju leiðbeinendum sem hafa ekki reynslu í starfi og ég veit að menntasvið hérna er með mjög gott samtal þar sem er verið að bara aðstoða stjórnendur við að taka á móti einhver sem hafa ekki reynslu og vera að hjálpa til við að fræða og byggja upp ákveðna þekkingu og færni hjá kennurunum líka til þess að hafa þessi verkfæri í töskunni sem eru ekki búin að afla sér í gegnum menntun. Þannig að, en ég tek undir þetta, mér finnst þetta bara frábært. Ég pínu lítið af því að ég þekki Frostakjartan og ég svona býð eftir að fá líka svona shoutout eins og á afsaki og góðri ekki íslensku eins og Sverrir af því að að ég býð eftir því að þú farir að kalla í fleiri sem þú þekkir svona og bara það væri mjög skemmtilegt af því ég sé að Sverrir verður alltaf svo ofboðslega ánægður með sig þannig að það má alveg dreifa þessu nei, það má kannski ekki fyrir þessu rétt en að öllu gamni slepptu bara án alls gríns að þá finnst mér líka svo gott að því að þessi ég tek út úr þessu eins og Margrét kom inn og við erum að skrifa punkta það er bara fullt hérna sem við skrifum niður og tökum með okkur inn í vinnun okkar og og þessi blöð safna saman í gegnum hver einustu fundi þannig að við erum komið með góðan bunka af hugmyndum og vangaveltum frá ykkur og þeim áhyggjum sem þið hafið. Ég tek bara saman nokkra punkti eins og varðandi líðan og varðandi virkni, varðandi þessu öryggismál og uppfærslu svolítið í nútíman. Af því eins og erindi sem var ekki flutt hér í dag er Emilía hérna einhvers staðar. Hvar er Emilía? Þarna er Emilía. Að bara eins og þetta bara, að við uppfærum okkur, það er alveg að koma 2025, að við séum með eins og bara rafræn strætókort, að við séum ekki í gamla tímanum. Ekki með miðana og þetta. Þannig að bara þetta er frábært. Og líka það sem að Elisabeth er þarna er Elisabeth akkurat að með eins og þessa afþreyingamöguleika að við þurfum auðvitað það sem hefur kannski háð okkur svolítið líka er að við erum svo nálægt höfuðborgarsvæðinu að það eru svo mörg sem fara því að við vildum öll hafa eins og bíóið áfram en svo var staðan bara þannig að það voru svo fáir að sækja bíóið hér af því að það er svo einfalt að fara í bæinn að það var ekki einhvern veginn svona grundvöllur til þess að reka segja þeir sem ráku bíóhúsi sem sveitarfélagi gerir sannarlega ekki en að það var svo erfitt að reka því að það voru svo fáir sem mættu en auðvitað viljum við hafa þessa afþreyingu og við þurfum þá líka sækjana þannig að við þurfum einhvern veginn að tryggja það að þetta haldist í hendur en allavega, frábæra hugmyndir eitt það síðasta af því að það brennur líka á mér að það er aðstaða UMFN. Þetta er ég hef sagt og ég sagði á fundi daginn það sem við vorum að fara yfir af því að stendur til, við erum öll búin að samþykkja það að fara í uppbyggingu íþróttamannvirkja við afreksbraut þar sem þetta er partur af því verkefni
að ég keypti mér hús 2005 á Lyngmóa 18 sem stendur í horfið út stofugluggann út á þetta frábæra vallarhús. Segi með smá kaldhæðni í röddinni. Sem samt, þú veist, ég er alin upp á Leiknisvellinum í Breiðholtinu sem var pínulítið hús og ég var bara, við vorum í sömu svona stöðu þangað til að það hús var uppfært. Að með húsinu fylgdu teikningar af geggjuðu íþróttasvæði sem átti að rísa á nákvæmlega þessum stað. Það var alls konar sem hefur komið upp, það eru fullt af ástæðum fyrir því að það varð ekki, en nú eru öll komin á sama bát að við ætlum okkur að byggja upp stórkostlega aðstöðu þarna í samráð og samvinnu við íþróttafélögin. Og þannig að bara, en ég tek undir þessar áhyggjur að aðstæðan alls ekki nógu góð. Guðni Birna kom inn á það við erum að leita lausna til þess að mæta þessu tímabundið á meðan að því að tekur tíma að rís ekki stórkostlegt svæði þarna á augnablik, ekki á einu ári. Þannig að bara, en takk fyrir þessa brýningu og ég held alveg örugglega að þetta sé 3. skipti sem ég heyri þessa ræðu. Og bara takk fyrir að halda henni áfram. Og takk öll, við tökum þetta með okkur. Takk fyrir. Díana Hilmarsdóttir, gjörðu svo vel. Sæl öll, ég ætla að vera eldsnögg, ég sé að tíminn tikkar. Ég tek undir það sem hefur verið sagt hérna í dag, en mig langar að koma inn á örfáa punkta. Fyrir það fyrsta, ég er búin að vera hér í 6 ár og ég er ennþá stressuð þegar ég fer upp í pontu og roðna og ef ég væri í Flekknuból þá sagði ég að ég eldri á bringunni, en það er bara þannig. Við erum mannleg og það er eðlilegt að líða svona, en þið eru búin að standa ykkur svakalega vel. Frosti, geggjuð hugmynd með símasekki, ég vona hún verði að veruleika. Svo er forvarnir, Eydís Ásla. Þetta er akkurat málið, það er að normalisera þessu umræðu og ræða hana á mannamáli. Við stæðum ekki hér í dag nema ef að foreldrar okkar hefði ekki stundið kynlíf, það er bara þannig, og við hefum ekkert verið feimin að ræða þetta. Þess að ég segi stikkorð. Lindalíf, takk fyrir að opna þig. Ég er sem sagt að vinna í Björginni Geðrættarmiðstöð Suðurnesja, hef gert það í 10 ár og vinn með fullorðnum með geðheilsuvanda, þannig að andleg líðan og forvarnir eru mér mikið hjartans mál og mér langar að ljóstra upp smá leyndamáli sem samt kannski er ekki leyndamáli. Ég fekk leyfi hjá Gunnhildi áðan. Ég sem sagt Gunnhildur og Óli erum búin að vera að vinna að verkefni og vorum bara að funda seinast í morgun sem að ég bind ofsalega miklar vonir við að verði að raunveruleika bara strax á 9 ári. Og það er verkefni sem snýr að ráðgjöf og stuðningi fyrir ungt fólk hér á svæðinu okkar. Og ég er svo spennt að ég er alveg bara og bara þetta verður að veruleika. Ég bara, það ekki? Það er bara þannig. Við brennum öll fyrir þessu. Og svefnvenjur, ég ætla að taka undir með Bjarna að ég finn það sérstaklega núna og henni Aðalheiði þegar það er að dimma. Það er ógeðslega erfitt að vakna á morgnana. Ógeðslega erfitt. Og ég er næturhrafn, ég fer seint að sofa. Þannig að ég er alveg sammála, breytum klukkunni, fáum 1 klukkutíma tengi rosa vel. Og já, annars bara frábærar umræður, góð brýning og við eins og hefur komið fram, punktum hjá okkur, skrifum með skrifum, ræðum þetta og látum vonandi allt verður veruleika, ef ekki þá byrjum einhvers staðar. Takk fyrir. Valgerður Björk Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Gerist bara þetta gerist. Virðulega bæjarstjórn, virðulega ungmennaráð, virðulegi Frosti, nágranni minn, þannig að ég treyst að sjá þetta næsta skipti. Sko, ég ætlaði að segja mér margt, en við þurfum að byrja klukkan 5 á næsta fundi, en af því að það hefur ekki mikið held ég verið rætt núna ræðun hennar Íseyjar, varðandi að hafa svona samræmdar reglur á milli skóla varðandi félagsstarf, þá bara vildi ég allavega upplýsa að bæjarstjórn er mjög hlynnt því og það er verið að setja fjármagn í að opna félagsmiðstöð í Innri Njarðvík núna næsta haust. Þannig að það er bara, næstu í tryggt, það verður tryggt í desember og við látum ykkur vita. Þannig að mér langaði bara að benda það og svo líka kannski varðandi
aðstöðuna fyrir knattspyrnudeild Njarðvíkur að við erum búin að ræða þetta mjög mikið núna varðandi það að setja fjármagn í uppbygginguna þarna til framtíðar, en bara svo að það sé alveg á hreinu að þá erum við líka að skoða bara skammtímalausn sem bara að fara að gerast mjög fljótlega. Mér fannst líka náttúrulega ræðan hennar Perlu að bara stakk mig í hjartastað varðandi hlutverk bókasafna. Ég er svo innilega sammála og ég hlakka svo til að þið fá öll að njóta nýja bókasafnsins sem verður hér og vonandi bara byggjum við leikvöll fyrir utan og það verður náttúrulega mögulega tónlistarþema að því við erum með rocksafni eins og í Kópavogi, þar eru þau með svona náttúruminjasafn og þess vegna skoðum við hvernig við getum við höfum vissulega, og það er ógeðslega mikið stress, við höfum vissulega leitað til þeirra varðandi ráðgjöf en það væri mjög gott einmitt að heyra í ungmennaráði varðandi uppbygginguna hér í þessu húsi og í lokin langar mig bara að kannski mæla með að við fáum okkur öll símapokan hans Frosta þannig að við getum sett síman í pokan á kvöldin og farið fyrir að sofa. Kæru bæjarfulltrúar og heiðraða ungmennaráð, þá var okkur ekkert í setuna boðið og ég slít formlega hér þessum fundi ungmennaráðs og bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Takk kærlega fyrir.
685. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Stapa Hljómahöll 19. nóvember 2024 klukkan 17:00 er settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Alexander Ragnarsson, Díana Hilmarsdóttir, Birgitta Rún Birgisdóttir, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir sem jafnframt er bæjarstjóri, Hjörtur Magnús Guðbjartsson, Margrét Sanders, Margrét Þórarinsdóttir, Sverrir Bergmann Magnússon, Valgerður Björk Pálsdóttir og sá sem stendur hér í forsæti Bjarni Páll Tryggvason. Að auki situr fundinn Hrefna Gunnarsdóttir ritari og á dagskrá fundarins hjá okkur í dag eru 9 mál sem eru fundagerðir bæjarráðs frá 7. og 14. nóvember síðastliðnum, fundagerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. nóvember, fundagerð menntaráðs frá 8. nóvember, fundagerð lýðheilsuráðs frá 12. nóvember, fundagerð velferðaráðs frá 13. nóvember, fundagerð atvinnu- og hafnaráðs frá 14. nóvember, fundagerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 15. nóvember, alþingiskosningar 30. nóvember 2024, kosning undirkjörstjórnar og lokum 9. mál fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2025 til 2028 fyrri umræða. Áður en við göngum til dagskrár þá langar mig í upphafi þessa fundar til þess að segja nokkur orð. Fyrir það fyrsta þá vill ég segja það að það er mér mikill heiður að vera treyst fyrir því hlutverki að vera forseti bæjarstjórnar og ég geng til þeirra verka sem því fylgir af auðmýkt. Ég geri það ekki hvað síst vegna þeirra aðstæðna sem uppi eru því sú staða sem stjórnsýsla samfélagsins í var ekki fyrir séð þegar lagt var af stað í upphafi þessa kjörtímabils. Veikindi ráða för í þessum efnum og þrátt fyrir að hafa fullan huga á að rækja hlutverk forseta bæjarstjórnar af heilindum og að þeim krafti sem embætti krefst, þá vona ég svo sannarlega að vera mín í embættinu endist í þann skamma tíma sem upp er lagt með og við fáum aftur notið starfskrafta Kjartans Más sem fyrst. Og nú er það svo að ég get ekki svo gjörla vitnað í annað fólk með leyfi forseta og því vill ég biðla til bæjarfulltrúa að veita mér svigrúm til þess að vitna til orða Kjartans Más Kjartanssonar sem hann opinberaði á samfélagsmiðlafærslu helgina og ég les þau orð upp með hans leyfi. Eins og komið hefur fram í fjölmiðlum greindist ég með krabbamein í Blöðruhálskirtli í sumar. Maður telst víst opinber persóna sem bæjarstjóri og hjá slíkum rata svona mál í fjölmiðla. Ég hef farið í reglubundið eftirlit í maí ár hvert frá 50 ára aldri og eftir slíka skoðun í vor vaknaði grunur að ekki væri allt með felldu. Eftir frekari rannsóknir var svo staðfest í júlí að ég væri með ólæknandi krabbamein sem hefur þegar dreift sér í 3 rifbein og 1 hryggjalið. Ég fór í veikindaleyfi að lokinni ljósanótt í september síðastliðnum og hef notið ómetanlegs stuðnings jónu minnar og fjölskyldu, nánustu vina og svo vinnuveitandans Reykjanesbæjar. Auk þess finn ég fyrir miklum stuðningi bæjarbúa hvar sem ég kem. Krabbamein í Blöðruhálskirtli er langalgengasta krabbamein hjá körlum, líkt og brjóstakrabbamein er hjá konum. Ég vil hvetja alla karla sem lesa þetta og eru 50 ára eldri til að fara í viðtal og blóðprufu hjá heimilislækni og óska eftir mælingu og svokölluðu PSA-gildi. Ef þörf krefur vísar læknirinn ykkur áfram í nánari skoðun. Hjá okkur körlum er þetta meira feimnismál en hjá konum, þar sem minnkandi testosterónframleiðsla dregur úr karlmennskunni og það getur verið erfitt að viðurkenna, ræða og sætta sig við. Meðalaldur þeirra sem greinast með krabbamein í Blöðruhálskirtli er 72 ár og telst ég því frekar ungur aðeins 63 ára. Ég hef sótt ýmiss konar fræðslu og notið andlegrar aðstoðar meðal annars hjá sérfræðingum ljóssins við Langholtsveg. Því liggur yndisstaður sem ljósið er. Síðan ég greindist hef ég heyrt marga karlmenn í sömu sporum. Þetta er pínulítið eins og ef maður er að hugsa að kaupa sér gulan Volvo, þá sér maður bara gula Volvo í umferðinni. Þeir hafa sem betur fer þó fæstir þurft að lesa eigin veikindi í fjölmiðlum. Ég ákvað að skrifa þennan pistil til að upplýsa fólk stöðuna því það eru margir að spyrja veikindi og líðan mína. Ég er sem sagt í góðum gír og bjartsýnn á að allt fari vel og lokum vil ég þakka fyrir hlý og stuðning hvar sem ég kem. Að þessu sögðu þá vill ég fyrir hönd allra bæjarstjórnar óska Kjartani velfarnaðar í hans stóra verkefni og hlakka til að fá hann aftur í okkur góða hóp sem fyrst. Hvað snertir svo störf mín sem forseti þá vill ég árétta að ég mun rækja skyldur mínar í því hlutverki sem forseti allra bæjarstjórnar. Ég lít ekki svo á að embættið sé verkfæri meirihluta til að koma stefnumálum á framfæri, né heldur verkfæri minnihluta til að koma í veg fyrir þau. Og fyrst fremst og síðast þá hef ég samþykkt stjórn Reykjanesbæjar og fundarskap bæjarstjórnar að leiðarljós í mínum störfum og vill ég hvetja bæjarfulltrúa sem og aðra kjörna aðila sem eru í nefndum og ráðum hjá okkur til þess að rifja upp samþykktirnar
og að starfrækja skyldur í samræmi við siðareglur kjörinna fulltrúa hjá Reykjanesbæ. Og þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta mál sem eru fundargerðir bæjarráðs frá 7. og 14. nóvember síðastliðnum. Samþykkja þarf sérstaklega einn dagskrárlið, en það er 10. mál fundargerðar bæjarráðs frá 14. nóvember. Heimild til lántöku fyrir á fundinum og sem bæjarstjórn hefur kynnt sér. Bæjarstjórnin samþykkir að til tryggingar láninu, höfuðstól, uppgreiðslugjaldi, auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til að fjármagna skammtímafjármögnun sem tekin hefur verið á árinu 2024 sem nýtt var í miklar framkvæmdir á árinu svo sem nýbyggingar íþróttahús, 2 húsnæði fyrir leikskóla og meiri háttar viðgerðir á 2 skólabyggingum vegna rakaskemmda sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóðs sveitarfélaga nr. 150/2006. Og orðið er laust þessa tillögu. Guðný Birna Guðmundsdóttir. Ekki tillöguna. Orðið er laust þá tillögu 10. mál fundargerðar bæjarráðs frá 14. nóvember. Það er enginn sem hefur kveðið sér hljóðs þeir sem samþykkt geta 10. mál fundargerðarinnar vinsamlega skýða merki. Það er samþykkt 11:0 og þá gef ég orðið laust fundargerðirnar í heild sinni. Guðný Birna Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar, mig langar aðeins að renna hér rétt yfir fundargerðir bæjarráðs og hef yfirferð á fundinum 7. nóvember síðastliðinn. Nú, það er bara gleðilegt að vextir fara lækkandi þannig að við erum búin að samþykkja hér lán til Reykjanesbæjar. Það er gleðifréttir að efnahagsástandið er aðeins að batna í samfélaginu okkar. Nú, ég vil kannski koma inn á mál númer 3, lóðsleiðaravæðing í höfnum. Þetta er gleðilegt mál að við erum að samþykkja þarna að fara af stað í framkvæmdir á þessu ári og klára ljósleiðaravæðingu í alla okkar krók og kanta í sveitarfélaginu en hérna Hafnir var síðasta hverfi sem var eftir. Þannig að þarna eru við búin að samþykkja að klára síðasta hluta sem er bara gleðilegt. Nú, mál 5, akademíureiti drög samnings. Ég vil koma hérna sérstaklega upp undir þessum lið og fagna honum. Og kannski fyrir þá sem er að horfa og er ekki alveg inn í þessu málefni, þá höfum við verið frá í rauninni kosningum 2022, nú er 2024 að vera búið, að vinna í þessu máli að við getum ráðstafað landin okkar og landi ríkisins á svokölluðum akademíureit þar sem Fimleika akademían stendur. Ástæðan fyrir því er að við ætlum að fara í mjög mikla uppbyggingu á svæðinu, gagnvart íþróttum hér í sveitarfélaginu og verður þetta sameiginlegt íþróttasvæði fótboltans og fimleikana og þetta verður stórkostlegt þegar af lýkur. Þetta er ekki verkefni sem að tekur stuttan tíma en við erum búin að undirbúa þetta mjög vel og virkilega lengi og er þetta mjög gleðilegt efni. En við stefnum á undirritun á morgun ef ég man rétt í hádeginu. Þannig að ég bara hvet ykkur sem að hafa heimagengt að mæta og fagna þessum áfanga með okkur þannig að við getum loksins sett þetta verkefni í gang. Nú, að öðru þá er allt bara í ágætis takti hjá okkur. Við erum náttúrulega þessa dagana að vinna þéttri fjárhagsáætlun að vinnu en kannski í lokin ef ég má Herra forseti, undir fundargerð frá 14. nóvember þá eru þarna 2 samþykktir, annars vegar samþykkt götu- og torgsölu og einnig samþykkt skilti í lögsögu Reykjanesbæjar og þarna hvet ég bara bæjar fulltrúa til að koma með athugasemdir séu þær til staðar þannig að við getum farið og klárað þessi mál formlega, annað verða ekki. Takk fyrir. Kærar þakkir bæjarfulltrúi Guðný. Orðið er laust fundargerðir bæjarráðs frá 7. og 14. nóvember.
Það er ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta í heild sinni fundargerðir bæjarráðs frá 7. og 14. nóvember vinsamlegast gefa S-merki. Það er samþykkt 11.0. Næst tökum við fyrir annan mál á dagskrá sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. nóvember síðastliðnum. Að venju eru nokkuð mál sem þarf að afgreiða sérstaklega og þarf sérstakt samþykki fundarins fyrir og við byrjum að afgreiða þau. 7. mál fundargerðarinnar, deiliskipulag skógahverfis og Grænásbrautar. Orðið er laust það mál. Það er enginn kveðið sér hljóðs undir þeim lið. Þeir sem samþykkt geta 7. mál fundargerðarinnar vinsamlegast gefa S-merki. Það er samþykkt 11.0. 8. mál fundargerðarinnar, Brekadalur 62 til 66, breyting á byggingareitt. Orðið er laust þann lið. Það er enginn kveðið sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta 8. mál fundargerðarinnar vinsamlegast gefa merki. Það er samþykkt 11.0. Já. 9. mál fundargerðarinnar, Huldudalur 23 til 27, breyting á byggingareitt. Orðið er laust. Það er enginn kveðið sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta 9. mál vinsamlegast gefa merki. Hann er samþykkt 11.0. 10. mál fundargerðarinnar, Hótel Keflavík. Orðið er laust þann dagskrárlið. Það er enginn kveðið sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta 10. mál fundargerðarinnar vinsamlegast gefa merki. 10. mál er samþykkt 11.0. 12. mál fundargerðarinnar, ljósaskilti við Hljómahöll. Orðið er laust. Það er enginn óskað eftir að taka til máls og við göngum því til atkvæða. Þeir sem samþykkt geta 12. mál fundargerðarinnar gefa merki og hún er samþykkt, það er samþykkt 11.0. Og lokum er það 13. mál fundargerðarinnar, Brekadalur 1 til 13, niðurstaða grenndarkynningar. Orðið er laust. Það var enginn kveðið sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta 13. mál fundargerðarinnar vinsamlegast gefa merki. Það er samþykkt 11.0. Ég gef svo orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulags í heild sinni laust og það er Guðný Birna Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég kem hér upp undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs málið 3 Reykjanesbraut, Hafnarvegur, Garðskagavegur. Við í bæjarstjórn fengum vegagerðina í heimsókn til okkar hér til að fara yfir valkostagreiningar restina af tvöföldun Reykjanesbrautar en kynningin fór upphaflega fyrir USS-skráðið okkar þann 13. september. Í kynningunni voru setti fram 5 valkostir, allir með sína kost og galla, en allir valkostir teknir fram með stigagjöf í lokin sem byggði meðal annars á þáttum eins og umferð einkabíla, öryggi, almenningssamgöngur, hagkvæmni auk fleiri atriða. Þar kom valkostur 3 best út með stigagjöf upp á 63,5 stig og var hann því valkostur sem Vegagerðin mælti með sem felur meðal annars í sér aksturgöng við Grænás, aksturgöng við Aðaltorg auk fleiri atriða. Umhverfis- og skipulagsráð benti á að valkostur 4 væri vanmetinn þegar kæma samfélagslegum ábóta fyrir sveitarfélagið. Meðal ástæðna sem ráðið nefndi voru eftirfarandi með leyfi forseta. Það er mat ráðsins að ekki tekið nægjanlega mikið tillit til framtíðar uppbygginga byggðar í forsendum og matsþáttum. Með tilliti til samþykkt skipulags meðal annars á Ásbrú og norðurhluta Keflavíkursvæðis telst valkostur 3 ekki þjóna þörfum byggðarþróunar. Einnig kom þar fram Grænás er tenging Ásbrúarsvæðis við Keflavík og Njarðvík og mikil uppbygging er fyrirhuguð á athafnasvæðum við Fitjar, Njarðvíkurhöfn og á Ásbrú og mikilvægt er að gatnamót við Grænás þjónusti þessi svæði. Ef ekki eru nægilega góða tengingar við Reykjanesbraut við Grænás mun það leiða til þess að þungaflutningar setji álag meðal annars á Njarðarbraut og innan íbúðasvæðis á Ásbrú. Nauðsynlegt er að greið og einföld leið sé til staðar fyrir þungaflutninga að stoppvegum með góðri tengingu við Keflavíkurflugvöll, Helguvíkurhöfn og við Reykjavík. Við Grænás þarf að vera hægt að taka hægri beygjur, að fráreina að liggja Grænásbrekku og að vera aðrein að Reykjanesbraut. Í lokaorðum bókunar umhverfis- og skipulagsráðs kom fram að teknu tilliti til þessara þátta fyrir umhverfis- og skipulagsráð þess að leit við Vegagerðina að fá frest til að skila inn formlegum athugasemdum við valkostagreininguna.
Enn fremur samþykkir umhverfis- og skipulagsráð að leita sér ráðgjafar hjá óháðum aðilum til að leggja frekara mat á valkostagreininguna með hagsmuni Reykjanesbæjar að leiðarljósi. Því kemur hér að máli mínu, herra forseti. Vegagerðin sendi inn erindi við máli þar sem þau leggja til að rétt sé að taka upp valkost 4 og kanna hvernig megi bæta hann til að hækka hann í stigagjöfinni. Sú breyting verður þar að leiðandi að valkosti 6, þar sem einblínt verður á þau helstu tækifæri til hækkun og stigafjölda sem að skoða færslu mislægra gatnamóta við Rósaselstorg til vesturs eftir Reykjanesbraut svo að hæfilegt bil milli mislægra gatnamóta við Aðalgötu sé tryggt. Einnig að sleppa hliðarvegum milli Reykjanesbrautar og Keflavíkurflugvallar fyrir valkost 4 þar sem umferðargreining sýndi óverulega umferð á þeim kafla. Við mat á umhverfisáhrifum verkefnisins mun Vegagerðin því taka inn valkost 6 og valkost 3 í umhverfismat. Leiði viðauki við valkostagreiningu ljós að valkostur 6 verði besti kosturinn, þá verður sá kostur 1 tekinn inn í mat á umhverfisáhrifum enda vilji Vegagerðarinnar og stýrihóps að setja einungis fram þann fjölda valkosta sem nauðsynlegur er til að ná fram niðurstöðum heildaruppbyggingu stofnvegarins á svæðinu. Virðulegi forseti, hér ber að fagna því að Vegagerðin hefur verið að rýna erindið í takt við athugasemdir Reykjanesbæjar. Þó staldra ég við að verið er að samþykkja að setja í umhverfismat 2 valkosti af 6 og 1 þeirra er í raun valkostu með 2 breytingum sem við höfum ekki séð útfærslu á þar sem gögn liggja ekki fyrir og hér á ég við teikningar af valkostunum. Auk þess veit ég ekki til þess að umræddir ráðgjafar hafa komið að vinnunni til að kanna og vinna hagsmunum sveitarfélagsins líkt og kom fram í bókun umhverfis- og skipulagsráðs. Valkostirnir 2, þar að segja valkostir 3 og 6, er að mínu mati ekki á sama plani og því ekki hægt að bera þá saman, þar sem að valkostur 6 þarf að vera útfært betur með öllum helstu atriðum. Í raun er ótímabært að vísa þessum 2 tillögum í umhverfismat, þar sem ekki eru til gögn tillögu 6 aðra en stutt minnisblað sem þarf að útfæra nánar. Koma þar tillögu 6 í sama form og tillögu 3 til að hægt sé að bera þær saman með hagsmuni Reykjanesbæjar að leiðarljósi. Legg ég því fram þá tillögu, virðulegi forseti, að vísa máli 3 Reykjanesbraut Hafnarvegur Garðskagavegur til bæjarráðs til frekari rýningar og umræðu varðandi áframhald málsins og legg ég áherslu á að hér er ég ekki að fresta að reyna að lengja málið heldur að leysa það á sem farsælastan hátt í hag Reykjanesbæjar. Takk. Kærar þakkir. Orðið laust fundagerð umhverfis- og skipulagsráð. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég kem hér undir fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. nóvember. Ég ætla nú að byrja hér aðeins að ræða mál 1, samráðsnefnd um þróun hafnarsvæða. Þar er verið að fara yfir vegtengingar og útfærslu á vegtengingum við Njarðvíkurhöfn. En þarna tengjast náttúrulega líka fleiri mál, í raun mál sennilega 1, 2 og 3. Og við vorum nú svolítið einhver smá brýningu hér frá ungmennaráði áðan sem var vel. Því þarna þetta eru náttúrulega mál sem hangir allt saman við Njarðarbrautina, vegakerfið í raun við Njarðvíkurhöfn og inn á Fitjum. Og þetta er bara mál sem við þurfum að fara að taka föstum tökum, við þurfum að fara að taka ákvörðun og við þurfum að fara að framkvæma. Eins og kom hér fram, þá er þetta bara hættulegt. Þetta er mikið af börnum þarna á ferð. Umferðin Njarðarbrautina er eiginlega, það er ófremdar ástand á vissum tímum dagsins og við þurfum bara að fara að taka ákvörðun. Það er ýmsar hugmyndir og það er held ég bara komið að þeim tímapunkti að við verðum að ákveða eitthvað. Við gætum sennilega velt fyrir okkur hugmyndum bara næstu árin en einhvern tíma þurfum við að taka ákvörðun.
Og síðan ætla ég að koma hér líka að máli 3 sem er svo mikið tæknitröll sem Reykjanesbraut, Hafnarvegur, Garðskagavegur. Þetta gríðarlega mikilvægt mál og nú hefur verið rætt hér margsinnis og það rétt sem kom hér í málflutningi bæjarfulltrúa Guðnýju Birnu að tillaga 6, við höfum ekkert fengið neina sérstaklega kynningu á henni og ég svona, maður séð einhverja glæru en engar svona nánari skýringar á hvað felst í henni. Sjálfsagt margt gott í henni en ég held að hljóta þurfa að vinna hana betur áður en að hún fer eitthvað lengra í kerfinu og í einhvert umhverfismat og hvað þetta heitir nú allt saman. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að bæjarfulltrúar og hagaðilar fái að sjá þessa tillögu lengra unna heldur en við höfum fengið að sjá. Og við við þennan lið þá viljum við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og umbótar leggja fram bókun og ætla ég að fá að lesa hana hér upp með leyfi forseta. Vegagerðin kynnti fyrir bæjarstjórn Reykjanesbæjar þann 15. október síðastliðinn niðurstöður valkostagreiningar sem hluti af endurskoðun frumdraga stofnbrautar frá Hafnarvegi að Garðskagavegi. Ekki var sátt þær tillögur og hefur Vegagerðin nú komið fram með nýjan valkost. Sjálfstæðisflokkurinn og umbót leggja áherslu á að unnið sé þétt með kjörnum bæjarfulltrúum og hagaðilum áður en endanlegar ákvarðanir eru teknar enda gríðarlegt hagsmunamál að ræða fyrir Reykjanesbæ. Undir þetta rita Alexander Ragnarsson, Margrét Sanders, Birgitta Rún Birgisdóttir Sjálfstæðisflokki og Margrét Þórarinsdóttir umbót. Takk fyrir. Kærar þakkir Alexander. Næstu beðið málið Hjörtur Magnús Guðbjartsson. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, góðu gestir, varðandi samráðsnefndarliðin í fundargerðinni, þá voru við gestir á þessum fundi, sá sem hér stendur, auk varaformanni sem Sigurði Guðjónsssyni og atvinnu- og hafnarsviðsstjóranum. Og sko, það svo margt sem þarf að athuga. Ég alveg sammála bæjarfulltrúa Alexander að það þarf að vinna þetta mál rosalega hratt og það svona togast í manni, maður vill einhvern veginn hlaupa hratt en svo á sama tíma þarf að díla við skipulag og fá málefni hlaupa jafn hægt og skipulagsmál. En þess vegna fannst okkur þarft í samráðshópnum að koma málunum samt af stað. Þetta búið að vera að velkjast núna mánuðin saman og erum búin að fá ýmsar tillögur en sviðsstjóri atvinnu- og hafnarsviðs reið þó vaðið daginn og fékk með sér sérfræðinga til að teikna upp tillögur sem voru kynntar á þessum fundi til þess að þetta ýta málunum af stað, þannig að skipulagstíminn fari einhvern tímann að tikka, þannig að þessi langi tími taki einhvern tímann enda. En af því að við fengum, eins og bæjarfulltrúi Alexander nefndi áðan, þessa góðu brýningu varðandi umferðaröryggi í og úr Ásahverfinu, þá finnst mér einhvern veginn eins og það hafi verið samþykkt einhvern tímann fyrir töluvert löngu síðan að setja gönguljós út úr hverfinu og ég held að það hefði verið afgreitt og með minnir að bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir hefði meira þess að verið að ítreka, getur það ekki verið.
fyrir töluvert löngu síðan. Ég hef ekki ennþá séð þau. Ég keyri nú þarna töluvert oft ég hef ekki ennþá séð þessi gönguljós. Ég held að við ættum kannski að fara að ýta á eftir því að samþykktir bæjarstjórnar Reykjanesbæjar þeim sé framfylgt, sérstaklega þegar kemur að umferðaröryggi barnan okkar. Margrét Sanders, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það er ánægjulegt að hér er algjör samstaða varðandi skipulagsmálin. Ef ég tala fyrst í sambandi við öryggi barna, að þá hefur hann verið gjörsamlega óþolandi hérna í bæjarstjórn, óþolandi, af því að ég held við séum flest sammála því, að Guðbergur Reynisson að tala þessi umferðaröryggismál og öryggi barna. Og það var eiginlega ótrúlegt að hlusta á ungmennaráð. Ég held að verið 3 ræður sem bara gengu út á lýsingu og öryggi og svo framvegis. Þannig að það var heldur betur brýning og við erum að hlusta og þetta er mikilvægt. Ég var svo ánægð með ræðu bæjarfulltrúa Guðnýjar varðandi Reykjanesbrautina frá Hafnarveginum að Garðskaga, þessu Garðskagavegi. Þetta er algjörlega ótrúlegt. Ég er nýbúin að heyra og var við kynningu þar sem voru að kynna leið 6 sem að bæjarfulltrúi var að nefna. Og ég var ekki dálítið undrandi, ég meina okkar fulltrúi var ekki athugasemd, en við vorum samt hugsi að menn ætla að fara að vinna með leið 6 og svo eigum við að fara að gera athugasemdir við hana, bara þannig að við áttum okkur á því að leið 6 þýðir að það er verið að fækka gatnamótunum og við vitum hvernig þetta var þegar ein gatnamót duttu út, þegar þjóðbrautin datt út að Reykjanesbrautinni, að það var bara neyðarástand í Reykjanesbæ. Og þegar var verið að spurja út í Grænás gatnamótin, að þá var sagt, já, við erum búin að skoða hvað margir keyra þarna og annað, þetta er svo lítið notað. Akkur er þetta lítið notað? Því þú kemst ekkert inn á Njarðarbrautina þegar þú keyrir niður Grænásbrekkuna. Þannig að það er einhvað klúður þarna. Þeir eru að tala að vera með veg við hliðina á Reykjanesbraut. Ég sé frú Sanders í stressi frá fundi að næsta fundi vera að keyra ykkur hliðarvegi. Ég fer bara styðstu leið og fer þá einhverja vegi sem eru gjörsamlega glataðir fyrir börnin okkar sem eru á leið í skólan að keyra þar eða þetta átt að vera stofnbraut og er stofnbraut. Þannig að þegar við vorum að spurja þetta á fundi, þetta var á SAR-fundi, þar sem þessi 7. leið var kynnt, þegar við vorum að spurja það, þá voru við bara eitt af hagaðilunum, bara einn hópur sem hefði ákveðnar þarfir, en það væri bara svo margir sem þetta taka tillit til. Svo sé ég og heyri að slökkviliðsstjórarnir, núverandi og fyrrverandi, það er ekkert samráð búið að vera við þá. Halló, þetta er rétt í Reykjanesbrautina, staðsetning slökkviliðsstöðvarinnar, Brunavarna Suðurnesja, er vegna nálega við Reykjanesbraut og menn eru strax orðin að vinna með einhverja tillögu til að komast aðeins á móts við einhverja. Þá velti ég fyrir mér, er búið að hafa samband við sjúkrahúsið og sjúkraflutningamenn? Er búið að því? Er búið að tala við atvinnu- og hafnaráð? Mér skilst ekki. Er búið að kynna eitthvað þessum tillögum? Ég var aðeins hugsi eftir ræðu Guðnýjar, bæjarfulltrúa Guðnýjar, sem ég var mjög ánægð með, hvort að það sé bara rangt á einhverju að vera að bóka eitthvað í pólitíkinni, heldur að bæjarstjórnin er bara öll að bóka eitthvað saman þarna. Hvort við ættum bara að draga hreinlega þessa bókun tilbaka og við verðum bara að setja bókun saman. Við getum gert það bara og fengið að koma inn á eftir. Mér finnst það bara við hæfi, því ég held við séum brjálæðislega sammála hérna, og mér finnst þetta bara móku við Reykjanesbæ, hvað þeir tala eins og við séum bara litlir hagaðilar. Við erum auðvitað í stýrihópnum, ég veit það, en það eru bara svo miklu meiri hagsmuni sem menn eru einhvern veginn að hugsa um. Þá langar mig að benda á
Þá langar mig að benda á, ef það er svona mikið mál að vera bara með eitthvað mislæg gatnamót eða einhvað og keyra bara sem hraðast hann í gegn fyrir ofan okkur í miðri byggð, gerið það bara í Hafnarfirði. Ég veit ekki betur en allt stoppið í Hafnarfirði. Öll þessi hringtorg og ljós og svo framvegis og í gegnum Garðabæinn. Nei, það skiptir engu máli. Það skiptir miklu máli að Reykjanesbær sé bara brotið niður í marga hluta. Við ætlum að hafa eitthvað að segja þetta og stöndum saman með það og mér langar að nefna þetta og fyrirgefi þið að ég er bara svo ánægð með okkur hérna að við erum mjög sammála í þessu máli og ég held að við séum miklu sterkari saman í þessu. Kæra þakki fyrir bæjarfulltrúi Margrét Sanders. Svona í ljósi umræðina og við verðum kannski aðeins að stilla saman strengi hérna í bæjarstjórn og mér finnst kannski rétt að við tökum upp dagskrárliðinn fundarhlé forseta og tökum smá samtal hérna.
Við göngum þá aftur til dagskrár og við erum að fjalla annan mál á dagskrá sem fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. nóvember og við höfum verið að fjalla hérna svolítið þriðja dagskrálið. Sú bókun sem lögð var fram af bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokks og Umbótar hefur verið dregin til baka og eins hefur Guðný Birna Guðmundsdóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingar, dregið til baka að vísa málum til bæjarráðs og það er komið hér ný bókun sem að öll bæjarstjórn stendur að þessi ég ætla að lesa upp. Bókun Reykjanesbraut, Hafnavegur, Garðskagavegur. Í kynningu málið frá Vegagerðinni voru settir fram 5 valkostir, allir með sína kosti og galla. Nú liggur fyrir erindi að setja 2 valkosti, kost 3 og 6 í umhverfismat. Að mati bæjarstjórnar Reykjanesbæjar er ótímabært að senda umrædda 2 kosti í umhverfismat áður en valkostur 6 sé kynntur nánar. Einnig bókaði umhverfis- og skipulagsráð að mikilvægt sé að leitað sér ráðgjafar hjá óháðum aðilum til að leggja frekara mat á valkostagreininguna með hagsmuni Reykjanesbæjar að leiðarljósi. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar hefur áhyggjur af framtíðar útfærslu vegakerfis okkar og samþykkir að vísa málinu til frekari vinnslu til bæjarráðs. Og undir þetta rita allir viðstaddir bæjarfulltrúar. Við höldum þá áfram umræðum fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Orðið er laust. Það eru fleiri sem að vilja taka til máls. Ef ekki, þá ber ég fundargerðina að öðru leyti, fyrir utan það sem við vorum að bóka dagskrálið 3, í heild sinni til samþykktar á fundinu, sem samþykkt geta, vinsamlega skrifa merki. Augnablik. Já, eru þið klárar með þetta? Já, ok. Þannig að við skulum byrja á því að til að baktryggja okkur algjörlega að vísa dagskrálið 3 til bæjarráðs í samræmi við bókunina. Þessi samþykkt geta að vísa dagskrálið 3 til bæjarráðs. Það er samþykkt 11.0 og þá göngum við til annars atkvæðagreiðslu fundargerðinni í heild sinni. Þeir sem samþykkt geta fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs, hún er samþykkt 11.0. Næst á dagskrá er 3. mál, fundargerð menntaráðs frá 8. nóvember síðastliðnum og orðið er laust. Sverrir Bergmann Magnússon, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur, kemur upp undir fundargerð menntaráðs Reykjanesbæjar frá 8. nóvember síðastliðnum og langar að fara stuttlega þar yfir fyrsta mál fundargerðarinnar, ferðavenjur grunnskólabarna, en sjálfbærni fulltrúi og verkefnastjóri skipulagsmála mættu á fundinn og kynntu könnun ferðavenjur grunnskóla í Reykjanesbæ. Nú gerð var ferðavenjukönnun meðal íbúa Reykjanesbæjar haustið 2022 sem gaf góða mynd af ferðavenjum íbúa, en gögn vantaði varðandi ferðavenjur barna og var því ákveðið að fara í þessa könnun. Nú könnunin er lögð fyrir árganga 2010 og 2013 í öllum grunnskólum Reykjanesbæjar. Tilraunaverkefni er að ræða sem stendur yfir árin 2023 til 2026 en könnunin er gerð 2 ári að hausti og vori og hefur nú verið lögð þá fyrir 3 sinnum. Í könnunni er skoðað hvort börnin hafa komið gangandi, hjólandi, fengið far með einkabíl eða komið með strætó ásamt því að skoða hvort þau stunduðu skipulagða hreyfingu eða tómstundir eftir skóla. Virkilega gott tilraunaverkefni hér á ferð sem gefur okkur innsinn inn í það hvernig börnin okkar fara til og frá skóla ásamt því að gefa örlitla innsinn í hvað þau gera svo eftir skóla. Það verður því fróðlegt að fylgjast með þeirri þróun næstu ár eða þar til verkefninu lýkur árið 2026 en einmitt hér á fundi ungmennaráðs fyrr í dag það var ákall ungmenna eftir bættum strætósamgöngum og verður gott að fara yfir þau mál með þessi gögn í farteskinu. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir. Bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir lið 4 mælaborð menntasviðs 3. ársfjórðungur. Menntaráð ítrekar bókun sína frá 377. fundi ráðsins varðandi ráðningu starfsmanns í mannauðsdeild Reykjanesbæjar sem hefur umsjón með mannauðsmálum menntasviðs. Málum var vísað til fjárhagsáætlanagerðar fyrir árið 2025.
Það hryggir mig að það hlaut ekki hljómgrunn hjá meirihlutanum, Samfylkingunni, Framsóknarflokknum og beinni leið. Sér meirihlutin virkilega ekki ávinning í því að ráða mannauðsstjóra inn á menntasvið. Eins og staðan í dag þá erum við að tala 200 milljónir í greiðslu til starfsfólk sem hefur farið í langtíma veikindi. Við verðum að hlúa betur að kennurunum okkar. Með því að ráða mannauðsstjóra inn á menntasvið þá erum við að tryggja að starfsfólk á menntasviði sem mun ná yfir kennara og stuðningsaðila fái þann stuðning og þau úrræði sem þau þurfa til að sinna sínum störfum vel. Ég tel það mjög mikilvægt að ráða en mannauðsstjóra inn á menntasvið sem mun greina þann vanda sem nú til staðar og hver ástæðan á bak við öll þessi langtíma veikindi. Reykjanesbær eins og önnur sveitarfélög stendur frammi fyrir áskorun í mannauðsmálum svo sem skorti á kennurum og öðru faglærðu starfsfólki. Mannauðsstjóri mun vinna náið með stjórnendum menntasviðs og sveitarfélaginu í heild til að móta stefnu og styrkja skólakerfið og þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra. Með því að tryggja gott starfsumhverfi fyrir þá sem starfa að menntamálum mun það hafa óbein áhrif á menntun og uppeldi barna sem er mikilvægasta fjárfesting til samfélagsins til framtíðar. Það er ljóst að með því að ráða mannauðsstjóra inn á sviði munum við skapa sterkt, öflugt og framsækið menntasvið. Ég óska að þetta verði bókað. Takk. Kærar þakkir fyrir. Orðið er laust fundargerð menntaráðs frá 8. nóvember. Guðný Birna Guðmundsdóttir. Kæra þakkir, herra forseti. Kæru bæjarfulltrúar, mér langaði aðeins að koma hérna upp undir þessu erindi sem bæjarfulltrúar Margrét Þórhans kom inn á. Vissulega höfum við áhyggjur á langtíma veikindum eins og öll sveitarfélög og ríki líka og eflaust vinnustæðir. Það eru breytingar sem eru í vinnslu núna innan Reykjanesbæjar þar sem verið að breyta mannauðsteyminu innan hús og það kannski skýrir hluta af þessu máli. Það er að segja að það verður hálfgerð mannauðsskrifstofa með mannauðsstjóra og mannauðsfulltrúum sem verið er að ráða inn þannig að þau verði að mig minni 3 saman. Það verða líka launafulltrúar þarna inni og gæðastjórinn fer þarna inn líka. Þannig að þetta er verið að prófa núna og verður til reynslu núna næsta hálfa ári hvernig þetta mun ganga. Þannig að það er verið að þétta raðirnar, það er verið að bæta mannskap inn í mannauðssvið og ekki veitir af, við erum með 1200 starfsmenn. Þannig að meðan þetta er í vinnslu er verið að kanna hvort að þetta sé nóg. Varðandi veikindahlutfalli og kostnaðinn þá er þetta, ef ég man rétt, yfir fleiri svið en bara menntasvið, en þetta er enga síður eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af. Og ekki síður er eitthvað í starfsumhverfinu, er eitthvað álagstengt, eru við ekki að umbuna fólkin okkar með menntun, námskeið, endurmenntun, eitthvað slíkt. Það gæti alltaf verið hluti af málinu og það er eitthvað sem við erum að skoða. En við erum líka búin að koma inn með fræðsluvef sem heitir Fróði, þannig að við erum að reyna að bæta okkur í alls konar áttum. Þannig að við erum vissulega að skoða þetta frá fleiri en einni átt, en þetta er eitthvað sem við erum að rýna. Þótt að sé ekki beint mannauðsfulltrúi beint undir menntasvið, en það er verið að þétta raðirnar og endurskipuleggja hlutina innanfrá og við sjáum hvernig það þróast. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Guðný. Orðið er laust. Aftur Margrét Þórhans bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, ég þakka Guðnu Birnu fyrir svörin. Það gleður mig virkilega að það sé að þétta raðirnar, en þetta kemur mjög á óvart vegna þess að við í minnihlutanum hefum ekki haft neitt að þetta haft að segja, hvað þá vitað af þessu og þegar þetta mál var rætt í fjárhagsáætlunargerðinni, þá hefði bara verið auðvelt að segja, heyrðu, við erum bara, þetta er ekki í boði, þetta fer ekki inn í fjárhagsáætlunargerðina, við höfum ekki efnaði núna, en okkur var þá okkur í minnihlutanum ekki tjáð hvað væri að vera og hvað væri að gerast á sviðinu. En ég fagna því að þetta verði gert og ég vona svo sannarlega að því að við höfum oft komið hér upp, oftar en einu sinni, komið með bókanir og verið að vinna í málunum og það er verið að vinna í málunum og það gerist aldrei neitt og bara rétt á það, þá var bæjarfulltrúi Hjörtur benti á það sem við erum búin að ræða með þessi blessuðu umferðarljós
og það hefur ekkert gerst í þeim málum heldur. Það er einhvern veginn alltaf í vinnslu. En núna ætla ég að vona það að þetta verði að veruleika því við verðum svo sannarlega að halda utan um kennarana og það þarf að koma með greiningu. Það þarf að greina vandann. Af hverju erum við að greiða 200 milljónir á ársgrundvelli, eða réttar sagt það er nú ekki árið er ekki búið, í langtíma veikindi. Og það þarf að gera strax. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir bæjarhaldari Margrét og næst bæjarstjóri Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, mér langar bara að koma inn á það að þetta hefur verið rætt. Það getur vel verið af því að ég veit að bæjarfulltrúi Margrét hefur ekki getað setið alla vinnufundina. Þannig að hún hefur verið með fulltrúa þar inni að þar hefur aldeilis verið rætt og þetta var útskýrt að hvernig ætti að hverjar hugmyndirna voru að þétta þarna raðirnar og líka bara af því að við erum nýbúin að taka í gagnið fyrir okkar starfsfólk fræðsluveiminn Fróða eins og hér kom fram og ég veit að þau sem eru í þessu mannusteymi eru búin að fara núna og eiga samtöl við stjórnendur það hvernig það teymi getur stutt við stjórnendur til að styðja við starfsfólki sitt meðal annars með fræðsluvefnum. Og þar eru líka bara óbúslega góð verkfæri fyrir starfsfólk varðandi bara streitu í starfi, varðandi bara ýmsa þætti sem tengjast líðan og verkferlum og öðru. Þannig að það er bara mjög mikilvægt fyrir okkur að fara bara svona mjög markvisst inn í það til þess að reyna að veita starfsfólkinu okkar þessi verkfæri sem þau geta líka nýtt sér í daglegum störfum. En bara til þess að ítreka það aftur af því að kom fram að þessi kostnaði vegna langtíma veikinda, hann er ekki eingöngu á menntasvið. Þetta er Reykjanesbær í heild sinni og síðan er líka verið að rýna það hvernig getum við verið með mælanleg markmið til þess að tryggja það sem við erum að gera, þessar breytingar, að eru þær að skila árangri og það er bara mjög mikilvægt að hafa það líka í huga því að við viljum ekki gera eitthvað sem virkar ekki. Þannig að við teljum það því að þetta kom beint frá stjórnendum eða það er að segja inn á því sviði þar sem að mannusteildin hefur verið í undanfarið að þetta var þeirra leið sem þau héldu að gætu styrt sem best við stjórnendur út í feltinu á pínulítið góðri slettu. En ég tek undir þetta og við viljum og verðum að gera betur og við höfum trú á því að þessi skref muni gera það að verkum. En við verðum að vera vakandi fyrir því af því að ef það virkar ekki þá verðum við að gera breytingar. Takk fyrir. Orðið er áfram laust fundargerð menntaráðs frá 8. nóvember. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo er ekki þá vill ég biðja þá fundamenn sem geta samþykkt fundargerðina að gefa merki. Hún er samþykkt 11:0. Þá erum við komin að 4. máli fundarins, fundargerð lýðheilsuráðs frá 12. nóvember. Orðið er laust. Og það óskar enginn eftir að fá að taka til máls og við göngum því til atkvæðagreiðslu fundargerð lýðheilsuráðs frá 12. nóvember síðastliðnum. Þeir sem samþykkt geta vinsælega gefi merki. Hún er samþykkt 11:0. 5. mál á dagskrá fundarins er fundargerð velferðarráðs, fundur sem haldinn var þann 13. nóvember síðastliðinn. Orðið er laust. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég kem upp til að ræða 3. mál, þjónusta umsækjendur alþjóðlega vernd, nýr samningur. Og það skal tekið fram að allt ráðið var sammála að þessi samningur verði tekinn til afgreiðslu á næsta fundi velferðarráðs. Ég vil bara ítreka það sem ég hef sagt áður að það eru miklar breytingar í farvatninu samkvæmt stefnumótandi plaggi frá dómsmálaráðuneytinu og það var ekki pólitíkir heldur fagfólki sem er búið að vera að vinna að þessum málum. Þar er verið að tala um greiningastöð og það er verið að tala að það ákveðnar skimanir og það er verið að tala
loka búsetuúrræði. Síðan erum við með samningum samræmda móttöku og við vitum að það hafa orðið breytingar og Reykjavík komið með fjölda til viðbótar og síðan erum við með þessa þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd. Ég á von á því að þegar næsti fundur velferðarráðs fer fram að þá verður annarkvort bara verið að mynda ríkisstjórn ef að það gengur hratt og vel, en það verður allavega ekki komið langt. Þannig að ég vil bara leggja áherslu á að við horfum og skrifum ekki undir neitt fyrir að búið að marka ákveðna stefnu í heildina. Ég veit að það eru margir inni í ráðuneytinu sem og væntanlega Útlendingastofnun líka, sem hafa áhuga á að setja eins og loka búsetuúrræði, setja það í Reykjanesbæ. Við erum ekkert endilega sammála því. Það á bara algjörlegt að ræða það. Greiningarstöðin kannski annað mál, þar eru fólk stoppar stutt og annað, þannig að það kannski ekki eins mikið þjónusta sem það fólk fær. En mér finnst bara mikilvægt að við hérna sem hópur, sem aðilar sem eiga að gæta hagsmuna Reykjanesbæjar, að við óskum þá eftir að það verður horft á alla þessa þætti áður en farið að skrifa undir samning. Takk. Kærar þakkir bæjarfulltrúi Margrét. Orðið laust fundargerð velferðarráðs frá 13. nóvember síðastliðnum. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég kem hér upp undir sama lið 3 og auðvitað eru áhugaverðir tímar núna, það styttist í kosningar, það eru 11 dagar í herlegheitin. Ef að ég man rétt, þá þetta nýr 70 manna samningur en við höfum verið með þannig samning síðan 2004 ef ég fer ekki með rangt mál hér í ræðustól bæjarstjórnar. Þetta samningur sem að við höfum sinnt vel og lengi og gert vel og höfum fengið mikið hrós fyrir. Þannig að þetta framhald af því sem við höfum verið að gera gott og þetta alls ekki það sem það úrræði sem Vinnumálastofnun hefur verið með hér í einu hverfi eða 2 hjá okkur með allan þennan fjölda utan samninga. Þetta ekki það. Þetta okkar gamli samningur, framlenging á því 70 manns, þar sem við höfum lagt áherslu á pör og fjölskyldur og höfum gert vel og fengið hrós fyrir. En ég hlakka bara til að sjá hvernig velferðarráð leggur til þennan samning. En við munum fylgjast vel með. Það okkar bæjarlögmaður hefur lesið samningin yfir og gerir ekki athugasemdir við samningsdrögin en við erum vakandi fyrir öllum greiðslum þar og fjöldanum, vissulega. Nú langar mig líka, herra forseti, að fagna lið 5 mælaborð og tölulegar upplýsingar en það búið að vera frekar gleðilegt núna á þessu ári, þessi mikla fækkun á fjárhagsaðstoð Reykjanesbæjar. En þarna var í október núna 2024 voru þetta 204 einstaklingar sem fengu greidda fjárhagsaðstoð frá Reykjanesbæ. Sama tíma í fyrra 296 en það sem ber virkilega að fagna að fjöldi barna á framfæri foreldra og forráðamanna eru núna 52, enda 52 og mörg en í fyrra 116. Þannig að þetta virkilega gleðilegt að það eru færri börn hér í sveitarfélaginu sem eiga foreldra á fjárhagsaðstoð og þetta bara virkilega gleðilega fréttir. Þannig að bara eitthvað svona gott í myrkri hérna í nóvember. Takk. Bestu þakkir fyrir, bæjarfulltrúi Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég vil taka undir með bæjarfulltrúa Guðný að það gleðilegt að fækkar aðilum í fjárhagsaðstoð. En ég hef gagnrýnt það áður og gagnrýni það áfram að bæði með fjárhagsaðstoðina og einmitt þessi fjöldi barna og fleira að þá voru það mjög misvísandi þessar upplýsingar þegar að
hælisleitendur og samræmt móttaka og fleira voru sem flestir hérna, að þá var verið að rugla, sérstaklega samræmda móttakan, þá var verið að rugla því saman inn í tölulegu upplýsingunum og við vorum að óska eftir að þetta yrði haft sér vegna þess að við töldum þetta gefa ranga mynd og núna þegar búið er að fækka þetta mikið sem að eftir breytingu á útlendingalögunum að þá hefur aðilum í samræmdri móttöku fækkað niður í 400 úr 1200 og það voru þarna 1700 manns í Reykjanesbæ sem voru hælisleitendur og í samræmdri móttöku. Og þá kem ég að þessum fyrrilið sem ég nefndi áðan með þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd. Þessi 70 manna samningur hefur verið mjög lengi og við höfum verið brautarenndur og staðið okkur vel. Allt hárrétt. Við höfum líka, þetta eini samningurinn sem hefur í rauninni staðið undir því sem við eigum að gera. Það rétt líka. Þannig að þessi samningur hefur verið góður. En við skulum bara horfa á raunveruleikann. Það að fjölga fólki á flótta. Þessi málaflokkur hefur farið eins og hjartalínuritt upp og niður og þar sem að fjöldin mikill og minni. Þannig að ef að það verða breytingar á lokuðu búsetuúrræði, á samræmdri móttöku sem við erum ekki að fjalla hér og síðan þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd, þá getur vel verið að við hér, bæjarstjórnin, allavega munum við í Sjálfstæðisflokknum, telja að við eigum ekki að taka við umsækjendum alþjóðlega vernd í Reykjanesbæ og önnur sveitarfélög verða bara að gera það ef að við erum að taka aðra þjónustu. Þetta bara ekkert farið að ræða og þarf að vera í nánu samtali við okkur í sveitarfélaginu sem að við höfum ekki verið nóg ánægð með það samtal. Þetta að fara til betri vegar en við ætlum ekki að hverfa aftur í gamla farið þannig að allir samningar ætti í rauninni að vera horft á bara saman, skoða hvernig málaflokkurinn hvar verður hvar, hverjir taka hvað að sér og síðan eigum við að skrifa undir. Takk. Takk fyrir. Orðið áfram laust fundargerð velferðarráðs frá 13. nóvember. Það ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls. Þau sem samþykkt geta fundargerð velferðarráðs eru vinsamlegast beðin að gefa merki. Og fundargerðin samþykkt 11:0. Og nú vindum við okkur í 7. mál fundardagskrár en það fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 14. nóvember. Orðið laust. Það Hjörtur Magnús, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég er komin hérna upp til að fara yfir fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 14. nóvember en fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar var samþykkt, Reykjaneshafnar. Við erum ekki komið með fjárhagsvald yfir A-hlutanum ennþá. En fjárhagsáætlun Reykjaneshafnar var samþykkt á fundinum en samkvæmt henni gert meðal annars ráð fyrir hagnað upp á 20 milljónir sem ég þreytist ekki á að flagga í ljósi fjárhagssögu Reykjaneshafnar gegnum tíðina. Lítill framgangur hefur verið í dýpkunarframkvæmdum í Njarðvíkurhöfn að undanförnu en skipakostur verktaka enn í slipp. En þó gott að nefna að hafnsögumenn Reykjaneshafnar hafa haft orð á því að nú þegar hafi aðstæður í Njarðvíkurhöfn batnað. En sviðsstjóra atvinnu- og hafnarsviðs var svo farið að ganga frá nýjum samningi við olíudreifingu vegna olíubryggjunar í Helguvík. En eins og ég kom inn á síðasta bæjarstjórnarfundi þá var hafnasambandsþing haldið á dögunum á Akureyri og stjórnin fjallaði niðurstöður þess núna á þessum fundi. En fulltrúi Reykjanesbæjar Hanna Björg Konráðsdóttir, hún var endurkjörin í stjórn hafnasambandsins og okkur þykir mjög mikilvægt að bæði Reykjaneshöfn og hafnir Suðurnesja í heild sinni hafi sterkan málsvara inn í stjórninni.
Á þinginu voru meðal annars af mörgum mikilvægum erindum sem voru kynnt var eitt af þeim orkuskipti í höfnum sem hafa oft að mínu mati verið á röngum enda. Það var oftast fjallað stærstu skipin en eins og ég segi stundum heima við son minn, það best að gleypa fílinn bara einn bit í einu og það var einmitt nálgun fyrirtækisins Grænafls sem vill hefja orkuskiptin á minnstu bátunum sem eru dagrára bátar sem eru miklu viðráðanlegra verkefni heldur en stærstu skemmtiferðaskipin og það sem ég sé einnig sem stóran kost í því að það væri jafnvel hægt að samnýta hleðslustöðvar þannig að þær geti hlaðið bíla á daginn og svo báta á nóttunni. En svo var að lokum ný áætlun móttöku úrgangs og farmleifa samþykkt. Ég kýs að kalla það tímamóta samþykkt því að hún var unnin af sjálfbærniráði Reykjanesbæjar og í góðu samstarfi við sviðsstjóra atvinnu- og hafnarsviðs. Verandi báðum megin við borðið ætla ég að þakka sjálfbærniráði kærlega fyrir aðstoðina í þessu verkefni. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Hjörtur. Orðið er laust fundargerð atvinnu- og hafnaráðs. Það ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið og við göngum því til atkvæðagreiðslu þessum samþykkt geta fundargerðina, við skal það skifja merki. Og hún er samþykkt 11-0. Og næst á dagskrá er 7. mál, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 15. degi þessa mánaðar. Valgerður Björk Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarstjórn og gestir. Mér langar að ræða nokkur mál í fundargerð IT-ráðs. Ég kom inn sem nýr fulltrúi á síðasta fundi ráðsins ásamt Evu Stefánsdóttur sem er nýr formaður. Þannig að nú byrja ég að blara. Ég ætla að byrja að ræða aðeins mál númer 3 sem er framtíðar uppbygging íþróttamannvirkja á svæða við Afreksbraut. Eva Stefánsdóttir formaður stýrihóps þessa verkefnis fór yfir vinnuna sem er í gangi. Undanfarið hefur verið fundað í hópnum með hönnuði og íþróttahreyfingunni og skilst mér að næsti fundur með hagaðalum sé á morgun. Ég lagði til á fundi IT-ráðs að draga ungmennaráð að borðinu á þessu stigi til þess að fá þeirra sjónarmið á hinum ýmsu þáttum í hönnun íþróttasvæðisins sem fullorðna fólkinu í vinnunni gæti verið yfirsjást og formaðurinn tók mjög vel í það sem og nýr fulltrúi ungmennaráðs sem var á IT-fundinum. Næsta mál var númer 4, heimsmeistaramóti í kraftlyftingum. Það var haldið í Ljónagrifinu í Njarðvík dagana 11. til 16. nóvember. Mótið var skipulagt af kraftlyftingadeild Njarðvíkur, Massa, í samstarfi við Kraftlyftingasamband Íslands en Massi hafði áður hlotið lof fyrir velheppnað Evrópumót árið 2023. Á mótinu tóku þátt 240 keppendur frá ýmsum löndum og átti Ísland nokkra fulltrúa. Samhliða mótinu var haldinn Special Olympics dagur í kraftlyftingum þann 15. nóvember þar sem 20 keppendur frá 5 löndum tóku þátt. Undirbúningur fyrir mótið var umfangsmikill þar sem sjálfboðaliðar úr röðum Massa unnu að endurbótum á æfingaaðstöðu í kjallara Ljónagrifinnar til að mæta þörfum keppenda. Þessar framkvæmdir tryggðu að keppendur höfðu aðgang að góðri aðstöðu til upphitunar og undirbúnings fyrir keppni og var mjög vel talað aðstöðuna af keppendum og áhorfendum. Ég ætla að ræða svo 5 og 6 saman, mál 6 fjallar fjárhagsáætlun IT-ráðs og mál 5 var upplýsingagjöf íþrótta- og tómstundafulltrúa en þar fór Hafþór Barði Birgisson yfir þróun íþrótta- og tómstundamála í Reykjanesbæ frá upphafið þessa kjörtímabils til að koma okkur nýju fulltrúum í IT-ráði inn í málin. Þar var mjög margt fróðlegt í samantekt íþrótta- og tómstundafulltrúa. Mig langar að fara yfir nokkur mál. Vakin var athygli á því að á sviði íþróttamannvirkja hefur mikið verið gert síðustu 2 ár. Það er náttúrulega komin niðurstaða í stóra gervigrasmálið sem við elskum öll en gervigrasi í Reykjaneshöll verður endurnýjað nú í desember 2024 og fram í janúar 2025.
auk þess sem það verða gerðar endurbætur utan á höllinni. Og fyrir fimleikadeild Keflavíkur hefur verið fjárfest í nýjum búnaði fyrir 20 milljóna, þar á meðal nýjum fimleikadínum, auk þess sem deildin fær árlegan styrk og rekstrarsamning akademíuna. Einnig leyfir mér að fullyrða að það sé þverpólitískur vilji fyrir því að fimleikadeildin verði fyrst inn í nýtt íþróttahús við Afreksbraut innan nokkura ára. Fjárstuðningur við íþróttafélögin hefur einnig verið aukinn, rekstrarsamningar við Keflavík og Njarðvík hafa verið stórauknir til að bæta umhirðu svæða og samkvæmt drögum að fjárhagsáætlun sem við ræðum hér á eftir. En á eftir að staðfesta í bæjarstjórn í desember er gert ráð fyrir að starfshlutfall íþróttastjóra Njarðvíkur verði hækkað úr 50 í 100%. Samkvæmt áætluninni verður einnig fjármagn sett til eflingar kvennaknattspyrnu hjá UMFN en meistaraflokkur þeirra og Grindavíkur munu tefla fram sameiginlegu liði í lengjudeild kvenna næsta sumar. Knattspyrnudeild körfuknattleiksdeild Njarðvíkur fékk auðvitað nýtt íþróttahús og körfuknattleiksdeild Keflavíkur fékk ný skilti og leikklukku. Samkvæmt fjárhagsáætlun sem aftur verður samþykkt í desember fær Sundráð IRB nýja áhorfendabekki og búningskleifar í Sundmiðstöðinni verða einhverju leyti gerður upp. Einnig verða grynningar í innilöginni lagfærðar á nýju ári en nú á liðinu ári var nýr vaktur tekin í notkun. Tómstundastarf hefur líka verið eflt á ýmsan hátt. Félagsmiðstöðin Fjörheimar hefur fengið nýja lyftu til að bæta aðgengi og einnig voru ýmsar aðrar framkvæmdir gerðar innandyra. Svo hefur verið sett auki fjármagn til starfseminnar almennt, þar á meðal til að efla félagsmiðstöðina Brúnna og Ásbrú og samkvæmt drögum að fjárhagsáætlun verður fjármagn sett til Fjörumá árið 2025 til þess að hægt verði að opna félagsmiðstöð í Njarðvík nú í haust 2025 en það stendur yfir undirbúningsvinna fyrir það. Síðustu 2 ár hefur svo verið lögð áhersla á aukið aðgengi að íþrótta- og tómstundastarfi fyrir yngri og eldri íbúa. Hvatagreiðslur hafa verið innleiddar fyrir börn á aldrinum 4 til 5 ára og nú í ár gátu eldri borgarar í fyrsta sinn fengið slíkan styrk sem hefur haft í för með sér að nú er í boði enn fjölbreyttara tómstundastarf fyrir eldri borgara. Verkefni Frísk í Reykjanesbæ, heilsuefling fyrir 60 ára og eldri hefur víst slegið í gegn og er mjög vel sótt er að ræða hreyfingar úrræði sem byggir á hópþjálfun undir handleiðslu fagmenntra þjálfara. Vonandi náum við að halda áfram þeirri þverpólitísku samstöðu að halda inni þeim tillögum sem hafi verið lagðar til í íþrótta- og tómstundamálum í fjárhagsáætlunarvinnunni fyrir 2025 en aftur það mun koma í ljós í desember þegar bæjarstjórn endanlega staðfestir fjárhagsáætlun. Takk fyrir. Margrét Sanders, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir, örstutt því að ekki ætlum að missa landsleiknum og við höfum eftir að fara yfir fjárhagsáætlun. Mér langar að nefna varðandi fundagerðir almennt, en núna verður bara íþrótta- og tómstundar á fórnarlambið. Það er sko, þegar við erum að undirbúa bæjarstjórnarfundi, þá erum við yfirleitt með nefndafólki okkar með okkur á fundunum, þannig að það er bara gott og við getum farið yfir málin. En það eru stundum atriði, þetta er viðamikið og það er algengt, finnst mér, og mér finnst það hefur færst í aukana, að það vantar fylgigögn. Og ég ætla reyndar að segja að það vantaði sko, eins skrítið eins og er að þessi frábæra skýrsla frá honum Hafþóri, starfsmanni Hafþóri, varðandi íþróttamálin og upplýsingagjöf, varðandi íþrótta- og tómstundamálin, frá íþrótta- og tómstundafullar alltaf að segja fyrir gefiði, þá er það inni eða ekki. Þú klikkar, þetta er inni, og þetta er ekki, því að ég ætlaði sérstaklega að koma upp og segja bara af hverju skýrslan ekki inni, og hún er inni en ekki hjá Alexander, eins og staðan er núna en kemur kannski eftir klukkutíma. Þannig að þetta er búið að vera inn og út. Það er nú eitthvað kannski bilun í kerfinu. En það er samt stórt mál eins og til dæmis framtíðaruppbygging íþróttamannvirkja og svæða. Þarna er bara gott líka að þessar upplýsingar séu aðgengilegar. Þetta er risamál og við viljum bara öll fylgjast með og erum með góða fulltrúa sem sjáum þetta en bara að upplýsingastreymi sé alltaf gott. Og síðan bara ef að menn er að ræða fjárhagsáætlun, ef það er eitthvað plögg og annað, að þá er mjög gott að fá það inn sem fylgiskjal.
Þannig að ekki gagnrýni á neitt og eins og ég sagði þá er íþrótta- og tómstundaráð Reykjanesbæjar að fundargerð þeirra og gagna upplýsingar fórnarlömbi núna því að þetta er á mörgum öðrum stöðum. Þannig að ég vil bara brýna formenn sérstaklega og starfsfólk að passa upp á að komi inn á svæði. Takk. Kæra þakki fyrir bæjarfulltrúi Margrét. Bara svona rétt aðeins ég að skilja rétt að við erum að tala um þá þætti sem eru að birtast opinberlega í fundargerðum Reykjanesbæjar eða það sem er inn á mitt Reykjanes í vinnugögnum. Inn á mitt Reykjanes. Ok. Fyrir bæjarfulltrúa. Já, kæra þakki fyrir það. Hún var sérsagt að tala um það sem er að birtast inn á mitt Reykjanes sem eru vinnugögn bæjarfulltrúa. Orðið er áfram laust fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 15. degi þessa mánaðar. Það er ekki fleiri sem hafa kvatt sér hljóðs og við göngum því til atkvæðagreiðslu samþykkt á fundargerðinni. Þeir sem samþykkt geta vinsamlega skrifa merki og hún er samþykkt 11-0. Takk. Næsta á dagskrá er 8. mál alþingiskosningar 30. nóvember 2024, kosning undir kjörstjórnar. Fyrir fundinum liggja tillögur frá yfirkjörstjórn 45 einstaklingar sem mælst er til að verði í undirkjörstjórn fyrir alþingiskosningar 2024 samkvæmt 17. grein kosningalaga nr. 115/2021 og orðið er laust tillöguna. Það er enginn sem hefur kveðið sér hljóðs. Ég vil biðja þá bæjarfulltrúa sem samþykkt geta framlagða tillögu yfirkjörstjórnar að gefa merki. Tillagan er samþykkt 11-0. 9. og síðasta mál þessa fundar er fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2025 til 2028, fyrri umræða. Til að fylgja málinu úr hlaði mun stíga hér á stokk bæjarstjóri Reykjanesbæjar Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, hér í dag leggjum við fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn tillögu að bindandi fjárheimildum fyrir árið 2025 ásamt 3 ára áætlun fyrir 2026, 27 og 28. Áður hefur umræða og mótun tillagna farið fram á meðal kjörinna fulltrúa í bæjaráði, í bæjarstjórn og fleiri nefndum og ráðum, en einnig á meðal stjórnenda og starfsmanna sveitarfélagsins. Það er rétt að taka það fram hér að þetta er verk í vinnslu. Á milli bæjarstjórnarfunda verður fjárhagsáætlunin auk fjárfestingaráætlunar áfram til meðferðar eftir þörfum á óformlegum og formlegum fundum í stjórnsýslunni, en áætlað er að síðari umræða og afgreiðsla fari fram á fundi bæjarstjórnar þann 3. desember næstkomandi. Ég vil taka það fram hér að það hefur verið mjög mikið og gott samstarf á milli allra bæjarfulltrúa í þessari vinnu og ég hef ekki fundið fyrir öðru en mikilli samstöðu. Það hafa sjálfsögðu komið upp skiptar skoðanir en það er bara fullkomlega eðlilegt. Fyrir utan ákveðnar innri forsendur sem liggja til grundvallar þá horfum við einnig eins og við höfum áður gert til ýmissa þátta í ytra umhverfi svo sem atvinnuástands, stöðu og horfa í efnahagsmálum, stýrivaxta og verðbólgu og fleira sem hefur gert okkur erfitt fyrir síðustu misseri en þessi atriði og mörg fleiri hafa og geta haft og hafa haft mikil áhrif á okkar svæði. En við sjáum nú að vextir eru að byrja að lækka og við vonum að sú jákvæða þróun haldi áfram þar til jafnvægi er náð. Við teljum öll brýnt að vera varkár og sýna ábyrga fjármálastjórn nú sem áður og því hefur mikil vinna verið lögð í að forgangsraða verkefnum sem er oft flókið því við vitum að það eru mikilvæg verkefni sem við þurfum að flytja á milli ára. Það er skilningur á því og við finnum að stjórnendur og starfsfólk sveitarfélagsins leggur sér allt fram við að vera lausnamiðað til að við getum öll tryggt að þurfa ekki að fara í
lántöku á næsta ári heldur reka sveitarfélagin og framkvæma eins og við höfum efni á. En við munum nota árið 2025 til að hagræða rekstri eins og hægt en við munum ekki fara í neinar uppsagnir heldur nýta okkur starfsmannaveltu þegar og ef hún verður. Það sem reynist okkur enn flókið svo gríðarlega fólksfjölgun sem hefur verið hér síðustu ár og við sjáum svo sannarlega ekki fyrir endan á. Á þessu ári til dagsins í dag hefur íbúum til að mynda fjölgað 3,6%, en það fyrir utan þá 360 einstaklingar sem eru hér með skráð aðsetur. Til að setja það í samhengi, þá voru 10 einstaklingar með skráð aðsetur í Reykjanesbæ á sama tíma fyrir ári síðan. En þessari íbúafjölgun fylgja miklu vaxtarverkir sem við höfum svo sannarlega fundið fyrir og hafa reynst okkur mikil áskorun. Það eftirsóknarvert að búa í Reykjanesbæ og við sjáum það greinilega eftirspurnin gríðarlega mikil þegar lóðum úthlutað og 100 umsóknar berast í örfáar lóðir. Þeir samningar sem hafa nýlega verið gerðir meðal annars vegna uppbyggingar íbúðahúsnæðis á ríkislandi innan sveitarfélagsins færa sveitarfélaginu tekjur sem við getum nýtt til að kosta hluta af uppbyggingu nauðsynlegra innviða sem íbúar þurfa að nýta og treysta á að séu til staðar þegar flutt inn í húsnæði. Þessir uppbyggingasamningar í takt við það markmið okkar að færa okkur nær því að geta verið sjálfbær í þeirri miklu uppbyggingu sem fjölgun íbúa ber með sér, en það mikil breyting frá því sem áður var. En þó við séum varkár þá eru nokkur stór verkefni sem ekki verið komist hjá að halda áfram með á næsta ári sem eru inn í drögum af fjárfestingum sem eru einnig í vinnslu á milli umræðna og geta því einnig tekið breytingum. En finnst mér í því samhengi rétt að nefna þar fyrst stærstu verkefni okkar í fjárfestingum sem áframhaldandi uppbygging og endurbætur í Myllubakkaskóla og Holtaskóla, auk annarra viðhalds- og endurbótaverkefna í stofnunum sveitarfélagsins sem falla undir fjárfestingar eignasjóðs. Við munum ljúka framkvæmdum í Drekadal, leikskóla í Dalshverfi 3 sem hefur nú þegar opnað hluta starfsemi sinnar í tímabundnu húsnæði í Keili og næsta ári munu því bæði leikskólinn Drekadalur og Asparlaut vera með fulla starfsemi með 120 börn hvorum sig. Eins áætlum við að koma fyrir færanlegum kennslustofum sem við eigum og hafa reynst vel til að mæta mikilli fjölgun nemenda í samvinnu við stjórnendur. Við áætlum fjármagn í frumhönnun grunnskóla á Ásbrú og í Hlíðahverfi og viljum halda áfram að vinna að uppfærslu skólalóða. Við munum halda undirbúningsvinnu áfram við uppbyggingu íþróttamannvirkja á afreksbraut á næsta ári og þó að ekki sé eyrnamerkt fjármagn í fjárfestingaáætlun fyrir það verkefni, þá mun innflæði fjármagns í uppbyggingaverkefni á þróunarreit renna inn í það gríðarlega stóra og mikilvæga verkefni sem við erum að vinna í nánu samstarfi við íþróttafélögin. Við munum bæta við 4 smáhúsum á næsta ári við þau 8 sem verða komin í notkun núna áramótin og samhliða því munum við auka þjónustu við íbúa okkar sem búa í þeim úrræðum. Við munum einnig opna aðalsafn bókasafns Reykjanesbæjar í Hljómahöll snemma á nýju ári en undirbúningu þess í fullum gangi, auk þess að nútímaleg uppfærsla verður gerð á sýningu Rocksafnsins. Auk alls þessa munum við að sjálfsögðu halda áfram í viðhaldi gatna og annarra innviða og leggja áherslu á að fjárfesta í mannauði og starfsaðstöðu, meðal annars í Ráðhúsi Reykjanesbæjar, sem var byggt eins og við eflaust flest þekkjum á 9. áratug síðustu aldar og þarfnast bæði viðhalds og uppfærslu. En á þessu ári tókum við fyrsta skrefið og fórum í uppfærslu á aðstöðu umhverfis og framkvæmdasviðs og næsta ári áætlum við að halda áfram og reiknum með að Ráðhúsi flytji þá mögulega tímabundið í annað húsnæði sem mun bæði stytta framkvæmdatíma og lækka kostnað verkefnisins. En ferðaþjónustan heldur svo áfram að vaxa og við sjáum að fjölmörg verkefni sem munu skapa ný og fjölbreytt atvinnutæki í náinni framtíð eru ýmist í undirbúningi eða hafin. Má þar nefna margvíslega uppbyggingu í og við Njarðvíkurhöfn og í nágrenni á Fitjum, undirbúning fyrir uppbyggingu nýs miðbæjarkjarna á Akademíureitnum, framhald á uppbyggingu græns iðngars í Helguvík, fyrirhugaða uppbyggingu NATO í Helguvík og landeldið á Reykjanesi,
uppbyggingu undir merkjum K64 og HB64 sem samstarfsverkefni Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar, Katagó og í öðru þeirra Isavia með áherslu á nærsvæði flugvallarins, Aðaltorgs, Ásbrúar, auk Bergvíkur og Helguvíkur. Svo munum við sjá fjölgun íbúða víða í sveitarfélaginu, uppbygging nýs hjúkrunarheimilis heldur áfram og svo eru mörg önnur verkefni sem ég fer ekki hér yfir. En tækifærin eru því mörg og ég held að ég geti sagt að við íbúar hér í Reykjanesbæ höfum ekki upplifað eins mikinn vaxtar og uppbyggingatíma eins og við sjáum að á fullum krafti á sama tíma og fjármálaumhverfið okkur krefjandi. En það sem mér finnst ekki síður jákvætt og mikilvægt að hér komi fram að háskólamenntuðum hefur fjölgað á Suðurnesjum. Samanber tölum úr stöðugreiningu landshluta 2024 frá Byggðastofnun sem byggir á tölum frá 2021 sem sýna íbúar með háskólamenntun voru 14% árið 2011 en þeir voru orðnir 20% árið 2021 samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands sem tekna voru saman á sama tíma. Þá eru rúmlega 20% íbúa líka með iðnmenntun. Þessar tölur samræmast okkar eigin gögnum sem við köllum út í okkar íbúasýni Power BI og það þýðir að 40% íbúa í Reykjanesbæ eru með iðn- eða háskólamenntun. Þetta mjög mikilvægt. En að lokum vil ég koma hér aðeins inn á kjarasamninga en eins og við vitum þá ósamið við stéttir sem eru í fjölmennum starfsmannahópum sveitarfélagsins og því enn ákveðin óvissa upp það hvað þeir samningar munu fela í sér. Reykjanesbær og nær öll önnur sveitarfélög landsins hafa falið Sambandi íslenskra sveitarfélaga að semja fyrir sína hönd og við vonumst auðvitað til þess að þeir aðilar sem hafa það hlutverk að ná fram niðurstöðu muni gera það sem allra fyrst. En ég gæti haldið hér lengi áfram en ætla að láta þetta duga í bili varðandi svona bakgrunn og fara nú stuttlega yfir helstu forsendur og lykiltölur í fyrirliggjandi drögum af fjárhagsáætlun. En eins og ég sagði í upphafi rétt að líta á fjárhagsáætlunina sem verk í vinnslu og hún á mögulega eftir að taka einhverjum breytingum á milli umræðuna. Einnig á bæjarráð eftir að taka endanlega ákvörðun tillögu til fjárfestingar á næsta ári. En við teljum ekki vera skynsamlegt að fjármagna framkvæmdir með lántöku meira en orðið er. Þegar bæjarstjóri fór yfir forsendur fjárhagsáætlunar fyrir árið 2024, núverandi ár, hér fyrir ári síðan, kom fram að áætlað var að við þyrftum að fara í lántöku upp á 1 milljarð á þessu ári, 2024, og svo 2 milljarða 2025, eða samtals 3 milljarða. Staðan svo að bæjarstjórn var hér áðan að veita heimild fyrir lántöku að fjárhæð 2,5 milljarði vegna fjárfestinga og ný leiguskuldbinding svo þar inni að fjárhæð 250 milljónum sem gera þá 2,750 milljarða samtals sem þýðir að lántaka vegna þeirra fjárfestinga sem við höfum verið í 0,5 milljarði undir fyrir áætlun þar sem ekki gert ráð fyrir lántöku á árinu 2025. En í þeim drögum af fjárfestingum sem í vinnslu gerum við því ekki ráð fyrir lántökunni og höfum lagt á það áherslu að sýna hér ábyrga fjármálastjórn og það eru við öll sammála og tel ég að við séum skynsum á sama tíma og margvíslegar og mikilvægar framkvæmdir standa yfir vítt og breitt sveitarfélagið. En þá skulum við fara hér aðeins yfir drögin sem bæjarfulltrúar eru eflaust með hjá sér, annarkvort á pappír eða á tölvutæku formi. Og við ætlum að byrja á helstu forsendum sem eru á blaðsíðu 3. En við lítum þar á dálkinn fjárheimild 2025 og svo 3 ára áætlun þar á eftir 26, 27 og 28. Við áætlum að íbúafjölgun verði 3% á næsta ári og 3,1% næstu 3 ár þar á eftir. Við gerum ráð fyrir að atvinnuleysi verði 4% öll árin. Gerum ráð fyrir óbreyttri aldurssamsetningu íbúa og óbreyttu útsvarshlutfalli sem í dag 14,74%.
Þá gerum við ráð fyrir óbreyttu hlutfalli fasteignaskatts öll árin en það núna 0,25% í A-flokki, 1,32% í B-flokki og 1,45% í C-flokki. Við gerum einnig ráð fyrir 500 milljónum króna öll árin í gatnagerðargjöld sem nýtt í fjárfestingum í götum, stígum og því sem skilgreint gatnagerð. Gert ráð fyrir að launavísitala verði 5,6% á næsta ári, 4,4% árið 2026, 4,1% 2027 og 4% árið 2028 og að neysluvísitala verði 3,8% á næsta ári, 2,7% árið 2026 og 2,5% árunum 2027 og 2028 og þetta samkvæmt þjóðhagsspá. Við erum að gera ráð fyrir framlögum úr jöfnunarsjóði en að þau verði svipuð og þau hafi verið auk vísitöluhækkunar. Þegar við horfum á þjónustu tekjur þá gerum við ráð fyrir að hámarki 4% hækkun á sumum liðum en óbreyttri gjaldskrá annars staðar á næsta ári en í skjölum bæjarfulltrúa kom fram á einum stað að það væri 7% hækkun en það var villa í skjalinu sem fjármálastjóri ætlaði að leiðrétta. Svo þegar við skoðum laun og launatengd gjöld þá munu þau taka breytingum í samræmi við gildandi kjarasamninga. Þegar kemur að stöðugildum þá verður viðbót þar í skólum, leikskólum sem við erum að taka í notkun og í íþróttahúsinu við Stapaskóla næsta ári en síðan það óbreytt enda höfum við ekki forsendur annað. En eins og áður sagði þá munum við reyna að hagræða með almennum aðgerðum þegar tækifæri gefst og það kemur einnig fram þarna og fjármagnsliðir eru samkvæmt gildandi lánasamningum. Ef við lítum yfir fjárfestingar á blaðsíðu 4 þá erum við að gera ráð fyrir 500 milljónum í gatnagerð öll árin. Í skjölum bæjarfulltrúa kom fram árið 2025 var áætlað 550 milljónir en það var villa í skjalinu sem verður leiðrétt. Við gerum ráð fyrir 500 milljónum í grunnfjárhæð á ári fram til 2028 í eignasjóði en í sérstökum fjárfestingum eru 1250 milljónir í fjárfestingum í skólum árið 2025 og svo milljarður á ári fram til 2028. Reykjaneshöfn horfir áfram til mikilla fjárfestinga á næstu árum en það gert ráð fyrir 237 milljónum árið 2025, 74 milljónum 2026, 110 milljónum 2027 og 230 milljónum 2028. HS Veitur fjárfesta í samræmi við áætlun forstjóra og svo eru grunnfjárfestingar í fráveitu upp á 150 milljónir á ári fram til 2028. Og svo það komi aftur fram hér að þá ekki gert ráð fyrir lántöku á næsta ári eða árunum þar á eftir og afborganir lána í samræmi við gildandi lánasamninga og afborganir leigusamninga í samræmi við gildandi leigusamninga. Lífeyrisskuldbindingar eru í samræmi við útreikninga tryggingastarfræðings í árslok 2023 en höfum engar forsendur aðrar en þær og við gerum ekki ráð fyrir að lækkun verði á hlutafé okkar í HS Veitu þar sem við erum meiri hlutaeigandi. Þá ætla ég að stikla bara hér á stóru í rekstrarreikningi samstæðu A og B hluta og í bæjarsjóði. Og við byrjum þar á blaðsíðu 5. Þetta getur að sjálfsögðu tekið breytingum á milli umræðu. Þegar við skoðum rekstrartekjur sem skiptast í útsvar og fasteignaskatt, framlög úr jöfnunarsjóði og aðrar tekjur, þá gerum við ráð fyrir ríflega 40 milljörðum í áætlun 2025, 41,6 milljarði 2026, 43,5 milljörðum 2027 og 45,6 milljörðum 2028. Rekstrargjöldin sem skiptast í laun og launatengd gjöld og breytingar á lífeyrisskuldbindingum og öðrum rekstrarkostnaði. Þar gerum við ráð fyrir að rekstrarkostnaður verði 31,6 milljarður á næsta ári og ríflega 33 milljarðar 2026, 34 milljarðar rúmlega 2027 og 35,5 milljarður 2028.
En þetta færir okkur jákvæða rekstrarniðurstöðu upp á rúma 8 milljarða fyrir afskriftir á næsta ári sem hækkar svo upp í rúmlega 10 milljarða á næstu árum en að teknu tilliti til fjármunatekna og fjármagnsgjalda, auk hlutdeildar minni hluta og tekjuskatts, þá erum við að gera ráð fyrir jákvæðri afkomu á næsta ári upp á ríflega 1400 milljónir sem hækkar á næstu árum og verður rúmlega 3,5 milljarður 2028. Þá ætla ég að stökkva hérna yfir á blaðsíðu 9 í gögnunum okkar bæjarfulltrúa og fara aðeins yfir rekstrarreikning A-hluta bæjarsjóðs. En þar eru rekstrartekjur sem samanstanda af útsvari fasteignaskatti, framlögum úr jöfnunarsjóði og öðrum tekjum. En við áætlum að þær verði 27 milljarðar árið 2025, 28,5 milljarður 2026, rétt rúmir 30 milljarðar árið 2027 og 32 milljarðar 2028. En rekstrargjöld sem samanstanda aðalega af launum og launatengdum gjöldum auk annars rekstrakostnaðar eru áætlaðar 24 milljarðar árið 2025, 25 milljarðar 2026, 26 milljarðar 2027 og 27 milljarðar 2028. Að teknu tilliti til allra þátta þar, þá gerum við ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu bæjarsjóðs árið 2025 upp á rúmlega 200 milljónir sem hækkar svo í tæplega 2,2 milljarða árið 2028. En ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla ekki hér að fara sérstaklega yfir efnahagsreikninginn, sjóðstreymið eða málaflokka yfirlitið. En eins og áður sagði þá munum við hafa fjárhagsáætlun og tillögu til fjárfestinga á fundum okkar formlegum og óformlegum á milli umræðina hér. En ég vil ítreka það og nota tækifærið og þakka öllum bæjarfulltrúum, nefndarfólki fyrir góða og þétta samvinnu í þessu ferli og til þessa því að því auðvitað ekki lokið og eins þakka stjórnendum og starfsfólki fyrir þeirra framlag sem við vitum að hefur verið afskaplega krefjandi. Kærar þakkir fyrir og orðið laust fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2025-2028. Hér hefur verið nefndur landsleikur, þannig að það eru fáir sem taka til orðs. Guðný Birna Guðmundsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Kæri forseti, ég ætla ekki að vera langorð. Ég veit að bæjarfulltrúar í því skinnuna að komast að horfa á leik. Ég vil bara fagna þessum verkefnum sem við höfum staðið í. Þetta er búið að vera snúið ár. Við fórum inn í fjárhagsáætlunargerðina pínu skjald hvað við ættum von á. Eins og ég las einhvers staðar í ár, það er ekki kreppa en það kreppi líkt í loftinu. Maður hefur upplifað tímana tvenna hérna í bæjarstjórn Reykjanesbæjar þannig að fyrstu horfur líta vel út þrátt fyrir að við erum að framkvæma gífurlega mikið í erfiðu rekstrarumhverfi þannig að þetta er bara góður árangur og ég vona að við náum að lenda þessu vel núna í næstu umræðu og erum að sjálfsögðu að vinna þetta öll saman og því bara fagna líka að minnihlutinn hefur verið mjög virkur í allri umræðu og öllum fundum þannig að hér er bæjarstjórn Reykjanesbæjar að vinna þessa áætlun saman líkt og oft áður. Þannig að það eru miklar fjárfestingar framundan og hafa verið miklar núna í ár. Það er mestu í minni 10 ára veru hér. Þannig að það er hellingur að gerast í Reykjanesbæ, góðir hlutir og góðir hlutir framundan. Þannig að bara aðeins að taka gleðina svona kortir jól. Takk. Kærar þakkir. Sumir eru farin að halda jólin og aðrir bíða fyrir að komast á landsleik. Orðið er ennþá laust fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2025-2028. Það er ekki fleiri sem að hafa hvatt sér hljóðs. Þau sem samþykkt geta að vísa fjárhagsáætluninni til síðari umræðu sem mun fara fram þann 3. desember næstkomandi eru vinsamlegast beðin að gefa merki.
Það er samþykkt 11.0. Þá er dagskrá og mælendaskrá tæmd og ekki fleira sem er til umræðu á þessum fundi. Nú eru fundagerð yfirlesin og undirrituð rafrænt í samræmi við fundarsköp Reykjanesbæjar og bæjarstjórnar. Og ég segi hér með 685. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slitið.